Bíddu. Góður haus. Ef að búa til bjór podcast sem heitir Góður haus. Einhver hristi bjóriðinn. Já. Sem sagt gaurinn sem að var hérna í eldhúsi áðan að halda á bjórniðinum á hvolfi. Já, gulli. Já. Mér langar að tala um myndina In the Mood for Love. Já, mér langar líka ekki það. Mér langar samt eiginlega ekki að tala um hana því að ég bara veit ekki hvernig ég á að tala um hana. Já, verið velkomin í dæluna. Nei, Í dæluna? Já, bjórdæluna. líndælan. Já, dæluna. Ó. Gummi, horfður á dælun í gerða? Þetta er allt. Já, ég var að pæla í hvort við ættum að tala um myndina sem við horfum á í gær. Já, við erum að byrja þetta, býtu. Ég var að, Nei, hvað? býtu. Hvað er það þér? Býtu, já. Ekki, Ok, þetta er. come on man. Nei, ok, þetta er svo þáttur 6, ef ég maður rétt. Já, 20. október 2017. Shoutout til Dota. Dodda sem er með okkur. Hann er bara svolítið feimin í dag. Já, Doddi, please. Segðu eitthvað. please eða eitthvað, Doddi. Jæja, við Nei. reynum aftur í næstu viku. Dota er ekki með okkur núna. Nei, hérna, já, shoutout til Arnórs sem Mhm. ammali í dag. Legend. Algjörst legend. Þrefall legend. Hann er triple legend í bænum sínum. Já. Sem er Akranes. Já, Fætur upp hann. born and raised. Fætur upp barinn. Hérna, Út barinn, nei, óbarinn. hann er óbarinn. Hann er ekki út barinn, vona Nei. ég. Ég vona hann hafi ekki komið aftur. Bring that Swazi gold. Já, nákvæmlega maður. Hann var borin út sem barn, en kom svo aftur Hann var bara- tvöfalt sterkari. Hann var bara borinn út á hérna á þú veist Skarsbrut, nei, eitthvað, nei, djók. Á Stekkjarholti. Stekkjarholtinu. Borinn út þar. Jú, hann var borin út, en það var í rauninni hans manndómsvíksla sem barn. Hann var borin út. Þetta er algengt í fjölskyldunni hjá honum að bera. Já, Grímur Hann var líka ber. borin út með laxinum, Mhm. eins og maður segir. Já, með skítnum öllu eins og maður segir. Jú, borin út þessu fyrirtablaði. Já, hérna við ætlum að tala um bíómyndir Já. og þá sérstaklega Já, byrjum bara á að tala við vorum að, ég var að tala um að við þig áðan að við langaði að byrja að tala um In the Mood for Love. já, En- já, Við langaði frekar að byrja á að tala um Alien, 10 Cloverfield Lane. já, Nei, byrjum á að tala um Alien. við erum búin að horfa svolítið mikið að myndum. Covenant. Nei, hvað? Alien Covenant, Já. nei, Alien 2. Covenant Já, eða Alien 2. bandstrik Covenant, já. ekki bandstrik. Jú, Byrjum á að tala um hana. sem sagt, Af því að ég held að hún er mjög fljót afgreidd þannig séð. já, Getur samt alveg verið langa afgreidd ef við viljum. já, en hún er svona, okkur var, eða þú veist, Ég skal segja fyrir mitt leiti Ok. að ég veit sko, ég var búinn að fá slæmt umtal. Ég veit að fólk er búin að tala við þig að hún var í góð. já, En ég var búinn að fá
ég hef búin að heyra fólk segja að hún væri ömuleg og ég bara hreinlega trúði því ekki eða, veist, ég veit ekki, ég er svona ég gerði bara ráð fyrir að hún væri það ekki eða veist, hún væri bara fín Já, gerði einhvern veginn ráð fyrir því að hún væri ekki hann væri ekki yfir meðanlagi eða undir meðanlagi. já, Hann væri bara svona bíómynd. já, Ég skil þá hugsun. já, Ég fór svolítið inn í þessa mynd með þá hugsun sko. Þótt ég hafi fengið já, já, já. góð viðmæli sko. En hvað er að þessu fólki sem þú þekkir sem að segja hún væri góð? Það er eitthvað mikið að Hvað? og hlutinni sem þau virtust segja voru það er lengst frá því sem þú kemst þessari mynd. Þau lofuðu þess að þetta er eins og horfa á klassísku alien myndina og ég veit ekki alveg hvað það Ég held að þau sé að tala um Alien 4 Já, Alien Resurrection eitthvað Nei, ekki Alien 4 Jú, Alien 4 Já, Það er myndin sem að kom út hvað, 99, nei 2000 hún kom út 1997 97 Kom Joss Whedon leikstýrði henni einhver á eftir henni áður en að koma það Alien Predator kjaftaði Já Nei, er þetta ekki síðasta í sko Það er ekki rétt, Joss Whedon hafði ekkert með þessa mynd að gera Ég var að ljúga, þetta er Jean Pierre Jeunet sem leikstýrði Amélie Alveg rétt. City of Lost Children Það er endar geggja töff í þessari mynd hérna svona special effects make-up rugl eitthvað og þú býst náttúrulega við svolítið hans thematík í þeirri mynd og ég held þú fáir það alveg þessu leiti En þessi mynd er miklu, miklu betri heldur en Alien Covenant Ég er ekki að segja það að hún sé að einhverju leiti eitthvað svipað og hún Ég er bara að segja, skilur, fólkið sem að sagði við þig að þú er að fara að fá the real alien experience Já, en þau hafa verið að horfa á þessa mynd síðast vandamál með þetta að segja the real alien experience bla 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 það er ein mynd, skilur, þannig séð Já, það er bara Aliens, Alien 3 og síðan Alien Resurrection Ég meina Alien 1 er ekki það sama á Aliens Aliens er bara svona hasar action mynd miklu meira heldur en Alien Já Alien 3 Já. hún er mjög skrítin mér langar að horfa á hana aftur ég er nefnilega manúslega lítið eftir henni Ég segi gerum það ég man bara að þau lentu á einhverju svona Krasslendir á þetta var eitthvað svona fangelsis Jú, plánet eitthvað nei, eitthvað, ég manna ekki það er alveg eitt hér það er nákvæmlega það já, og það er eitthvað svona fucking rugl inn í einhverju húsi þau eru svona skríðandi air ducts eitthvað mér minnir að hún sé betri heldur en að hún er Já. Þú veist, en þegar fólk segir þú veist, svona old school alien feelingur þú veist, þá er það að tala um eina mynd og við vitum það alveg það er svolítið fyndið að horfa á einhvernina sem þeim er gefið til dæmis að IMDb þú er frá 8,4 með Alien 1 8,5 niður í 8,4 síðan 6,4 og síðan 6,2 og síðan kemur þú veist 5,6 Alien vs Predator og Prometheus fær svo 7 það kemur svona aðeins upp en við skulum tala um það aðeins já senna en já þau lofuðu þess að svona suspense svona þú býður eftir því að fá þetta er svona þú svona byggir upp og síðan færðu borgað já, ég skil já sem er sko upprunlega elementin sko sérstaklega hljóðhönnun finnst mér rosalega mikilvæg af því hver manni getur þessu píp hljóði píp, fuck, píp og maður bara svona þetta pípar hraðar skilur og í tölvuleikinu sérstaklega Alien vs Predator eða bara fucking tölvuleikinum hann nýlega hann Isolation já, Isolation
fuck my life sko. Bergu var mjög hrættur. Nei, þú veist þú skilur ekki einu sinni. Ég þarf að spila hann. Já, þú bara gerðu það eða bara ekki. Eða bara ekki gera það. En ok, þú veist bara afgreiðum þess að gamla serían, við vitum allt um það. Þú veist, það er hægt að það er svona skemmtilegt hvað mikil munur á þeim til að sé þetta bladur. Algjörlega, ég er alveg, þú veist, ég er hlynntur all for it Mm. en þessi mynd var bara svo ömurleg. Ok, förum nú að sé við það. Ok, Alien Covenant byrjar með James Franco. Og djöfull endar hún ekki með James Franco. Hún endar svo lítið með James Franco að James Franco einhvern veginn er inn í skulum muna að þetta er eitthvað svona cryosleep, fristi kista, þetta er basically fristi bandstrik kista. Þetta er svona svo líkkista í rauninni, þar sem þú ert inn í 200 ára eða ég veit ekki hvað langa tíma sem var þarna á meðan gemur androidiðinn sér skipið. En einhvern veginn fór James Franco að því að brenna til dauða inn í fristiklefanum sínum. Og pældu samt í því. En skipsmeðlimir hans ákvaða samt að reyna bjargunum eftir svona mínútu af stanslausu brenni. Og ég svona, hann er ekkert að fara, þú veist, hvað eru þau að gera? Hvað? Slökkuð eldinn svo hann dreifist ekki, en ekki vera að hafa einhverjar vonir um það að James Franco lifið af. Ég líka hugsaði, ég bara, er þetta James Franco? Svo bara deyr hann og hann er bara dauður og hann er ekki eins og í kreditlistanum. Nei. En hann er með svona þú veist, eina senu í myndinni Já. þar sem hann er að taka sjálfans upp á síma að klifra okkur kletti og það er allir eitthvað svona ég er að detta, við erum actionmenn eitthvað sem er mjög undarlegt og svona. Já, það átt að gefa eitthvað til kynna hvernig manneskja hann var á meða við hinn kapteinin sem tók við á honum. Þetta var til að búa til eitthvað kontrast þar. Já, en ég hefði meira vilja fá svona gaurinn í Star Trek þegar hann deyr í byrjunni við að, þú veist, bjarga syni sínum með eitthvað. Já, ég meina þá, þú veist, deyr hann við eitthvað að gera eitthvað og þannig bara svona deyr hann frekar mikið og er ekkert eitthvað. Já, eða, veist, ekki að skipti nokkru máli hvort að James Franco leiki í myndinni eða ekki. Mér finnst þetta bara svo skrítið. Þetta er nú svo, ég held að þetta hafi verið ég held að það hafi verið mjög forced cameo. Nei, eða þú veist, allir James Franco sé alveg svona crazy alien fan. Nei, þú veist, það er það sem ég hugsaði annarkvort hann hafði beðið leikstjóran margoft um það og hún hafði svona, ok, ég skal drepa þig. Já, ég man ekki hver leikstjóri þetta myndir. Það er Ridley Scott, var það Ridley Scott? Já, alveg rétt, sem er mjög leiðilegt. Já. En ok, Alien Covenant er svo með 6,5 á IMDb sem ég er mjög gláður með. Já, mér finnst hún ætti að vera með minna. Já, en ok, við skulum fara aðeins í gegnum þessa mynd. Red Foreman Red, menna ég ekki Red, wow úr Pineapple Express. Hvað heitir hann aftur? Ég gleym alltaf hvað hann heitir. Ég man bara eftir hann sem Red. Hann heitir Danny McBride. Heitir hann? Jú, ég held nefnilega að hafi sagt það, sko. Heitir hann ekki? Jú, ok, þessi karakter er allir fyrir eitthvað svona Já, þú meina, þetta er ok, þetta er eitthvað svona þú veist, ok, þau eru að flytja einhver bodies eða þú veist, líkama af fólki sem er lifandi, fósturvísa og 2000 fólk. Já, 2000 manns 2000 fólk sem er öll sofandi í einhverju cryosleep. Já. Og þau eru basically svona crew sem að hefur pottet bara svona það hefur enginn vilja að gera þetta
En þeir hafa fundið eitthvað fólk svona út á götuhotni virðist vera bara, já, af því þau virðast ekki geta höndla sig í neyðartilfelli til dæmis að reyna að bjarga flamberðum Franco já, þau bara úr fristikistu þau bara alls ekki björguðu. já en allavega skýt með það og svo hérna sjá þau tækifæri þau sjá tækifæri og sjá hei, þarna er pláneta sem við getum stytt leiðun okkar til að enda á skilur. Sem er ekkert skrítið af því þau vil ekki fara aftur að sofa af því það geti eitthvað annað svona gerst og já, þau fengur náttúrulega eitthvað hint annað með einhverju svona að radio það transmission veri manneskja hana sem var þetta hún hana Elizabeth Shaw já. Úr Prometheus. Já. Og ok, fín tenging, fair tenging, algjörlega og ekki nóg spila með það alls ekki nóg spila með það þeir enda á þessari plánitu já, reyna það sko það sem mér finnst svo skrítið bara svona off the bat já, eftir að þau koma á plánunduna skilur og hitta Dave vélmennið já, svona off the bat þar sem ég hugsaði þá var bara svona þú veist, þau eru búin að vera þannig hvað, 7 ár þetta var eitthvað svona það var, já, þetta transmission var búin í gangi í 7 ár og sögðu það eitthvað í myndinni mér minni það mér minni það að þau hafa sagt það mér finnst það bara ekki mega neitt sens hvað var það restina af myndinni eftir að þau hitta Dave. Fyrsta sem ég hugsaði þá var bara svona í fyrsta lagi, af hverju er vélmennið með síðara hár? já, aha ég veit mögulega er þetta eitthvað svona vélmennið sem að vex hár á það leit út fyrir það eftir að hann var afhauðsaður í Prometheus þá leit út fyrir að mjög svona mjög þungt biological vélmenni já, en þetta make samt ekki sens honestly, mjög skrítið allavega líka það ef hann var búin að safna hár í 7 ár já, sjátt á þetta mömmu sjátt á til mömmu Lilju Líndal já, þú veist já, þú veist, var hann reglulega að klippa sig ef hann var reglulega að klippa sér hárið af hverju í ósköpunum var hann með sítt hár til að beginn við, eða þú veist fannst honum að töff fannst vélmenninu töffaður með sítt hár eða þú veist, mér finnst það svo já, það var náttúrulega líka til þess að gera þennan mun á Dave og hérna hvað heit hann? Walter að þú veist, náttúrulega Michael Fassbender leikuð að báða og nær samt að leika þá já, en báða. hann gerir það svo vel að mér finnst þetta hár já, sko þeir gerðu það mikið með lýsingu og andlit svipurum og hvernig hann talar og hann var líka bara, þú veist, svona krumpaður einhvern veginn eða svona hann, sko, Michael Fassbender gerði ógeðslega vel í þessar mynd og bara geðu ykkur leikari, skilju já, en þú veist, þetta er alien mynd en mér fannst það bara að vera eitthvað svona iRobot 2 mér fannst það að vera svona já eða þú veist bara, þú veist, við erum að fara yfir þetta algjörlega ekki tímaröð já, af því það er engin það er alltaf leið ok, þau krassa hana verða eitruð strax af því að gauðir okkur að stinga fucking hausnum á sér inn í plöntu sem er á einhverju geimveru plánitu maður bara svona, herðu hvar funduðu þetta fólk? Var þetta fólk bara með einhvern skafmið aftan á einhverjum seriósbakka? Þetta voru einhverju svona special ops dudes fyrir utan að í Prometheus gerir líffræðingurinn það sama hann lítur á fucking geimveruna hún tegir svona upp eins og kóbra þetta er auðvitað byggt á því á slöngu einhver svona slöngu gerir þess að kóbra gera he likes me hún er svo nice og ég svona, og
og síðan fyrir bara svona inn í andlitið á henni og deyr og þetta þau höndla sig ekki vel í þessum ástæðum, þau ákvaða að fara inn með veikumanneskina inn í skipið, Já, og það sem mér skrýtnast ekkert sóttkví, ekki neitt þau eru með veikamannesku. Þau eru með 2 veikamanneskjur sem að urðu veikar út af bara algjöru fucking bara svona villu í heila já, bara, þú veist, algjöru sinnuleysi af sinni vinnu, skilur Já. eitthvað, þetta er bara svona, þetta er fáránlegt og með 2 veikamanneskjur önnur er enda deyr strax nei, já, gaurinn eða það voru 2 gaurar sem veiktuðust Já, þau fara með hann inn í gameskipið ekkert sóttkví, ekki neitt og læknirinn eða þú veist, gælan sem er hún er reyndar ekki læknir, hún er samt svona Já, virkar pínu eins og hún sé með svona skipsreglur á hreinu en hún svona ok, ekki láta hann snerta neitt og hann bara Are you serious? fara inn í skipið, hann deyr Hann, geggjað, oh my god, alien nei, hann deyr reyndar, við skulum gefa því smá kredit að hann deyr mjög cool Þú veist, Mjög cool. geimveran brýst út um bakið á honum og er rosalega blóðugt og það Já. sem maður vill, það er Þá- bara það sem maður vill ég hugsaði reynda þá alveg bara svona, Þetta er að fara að gerast bara, alien mynd Já, þetta er að fara að, já, af því alien myndin sem við vildum varðu þetta bara drungalegt bið, blóð Þetta er ekki flókið já, Þetta er bara the thing til dæmis bara, Það er bara mjög mikið bið, dimma, drungalegt Við veitum ekki hver er sýktur blóð, Já. gupp, ógeð body horror, Cronenberg rugl, eitthvað Það er bara allt sem maður vill Sorry, þetta er ekki flókið já Þetta er bara ekki flókið en allavega ef við höldum áhrum með fáranleikan bara við þetta dæmi Já, þar sem að þú veist, þetta er eitthvað krú þau eru með veikamanneskjur það eru svona að deyja úsla brusulega og svo koma einhverja geimveru sem þau eru alltaf bara, oh my god, skilur já, svo er þeim, þú veist, bjargað á dölufallan hátt af dölufallu manni svo reynir hann á samband við gameskipið og byggja fucking gameskipið að koma að ná í sig 2000 manna eitthvað svona cryoslíp gameskip sem er eingöngu á missjóni að repopulate eitthvað plánetu fyrst að lifa af og það er ástæðan fyrir þau fórðangað var Já. til að lifa af þau eru búin að komast að því það er ekki hægt að lifa af þarna og það er ekki hægt að lifa af næstu klukkutíman skilur við ég kaupi það alveg að mögulega þurfti þetta gameskip þetta crew til að geta klára missjónið samt minna heldur en að fara að ná í crewið skilur og líka bara af hverju myndir ekki bara hafa nokkur android að stjórna skipinu já þau hafa optioni á því já, svo mikið akkur voruð þið með 1 vélmenni af hverju voru ekki bara með 10 vélmenni eða þú veist Já. þau hefðu ekki panikað og Þau kúkað voru- í sig og þau voru- eitthvað og hrættum hann er þið svona eins og hell já, reyndar eitt svona myndi byrja að vera alfa vélmenni og stjórna hinum í að drepa alla kræjós svo gamerunar allt í einu þróast ógeðslega hratt líka það var einhver útskýring á því mér fannst það bara ekki Ertu að menna að þær urðu eldri vaksa upp Já, og bara svona ok eins og góðu punktur sem þú sagðir bara svona af hverju eru facehuggers til ef þú getur bara verið fljótandum í loftinu í ögnum og getur alltaf bara sprottið út um bakið á einhverjum á 5 mínútum nákvæmlega bara af hverju myndi þá einhver sýnileg geimver að reyna að hoppa í andlitið á einhverjum Til hvers? til hvers? Það er enginn ástæða til þess Líka það að það var ekkert útskýrt að sem sagt Dave spoiler alert mér er drullu sama samt að þetta er umhverfið mynd en
hann er sem sagt að þróa geimverunni í að vera eitthvað betra en hún er uh, sem hann breytir henni úr því að vera airborne smitsjúkdómur basically já, í að vera eitthvað svona predator sem að ræðst að þig. eitthvað, eina sem svona bjargaði því var að kannski var airborne dótið bara rándýr sem aðeins drap hluti, en ef þú tekur manngendótið að þeir eru þó með gáfunar frá það er eina sem ég hugsaði sko, það getur verið að það getur verið gáðar og rándýr. Já, en það var alveg svona established að þeir væru gáðar. Já, reyndar. Og það sem mér fannst vanta útskýringu á var að þegar þú veist, eggið klekst út, facehaugurinn kemur út, hoppar andlit að þér, geimverðan kemur út af bringuna að þér, hún vex upp og dafnar, drepur alla Geðvegt. og hvað svo? Fjölgar hún sér? Nei, það var ekki tekið neitt fram. Nei. Hann virtist þurfa gelluna til þess að geta til þess að geta búið til fleiri egg. Eins og við komumst að 8 sinnum í þessari mynd þegar hver einasti meðlimur í skipsáhöfninni, Það voru allir nema einn. já, fundu sem sagt svona bláprent, svona skjöl að hann væri að blanda saman fólki og geimverum. Og þetta var allt eftir við vissum það. Já, sem sagt við fengum ekki að vita neitt. Nei. Við horfðum 3 sinnum á fólk í myndinni uppgöta það sama við vissum. Já, en by the way, takk Ridley Scott, takk fyrir að svona fara aftur í tíman og eyðileggja allt bak við Alien myndanar. Nei, þú veist, ok, sorry, en einhver vélkall, einhver vélmennakall líkar greinilega illa við mannkynnið og ætlar þess svona að búa til geimverur. Hvað í fokkanum? Alien var ógeðslega töff af því við veitum ekkert um það. Já. Af því það er alvöru hryllingsmynd, eitthvað sem Já. þú veist ekki, þetta er xenomorph, eitthvað sem við bara er eitthvað utanaðkomandi. Þetta þýðir bókstaflega Já. bara eitthvað utanaðkomandi sem stökkbreytist, og það er nákvæmlega það sem það heitir og maður veit ekki hvað það er og maður fær eitthvað. Núna ferðu að horfa á Alien upphaflegu, Þá Alien bara 1 þá bara svona, vá, einhver game-vélkall gerði þetta af því hann líkar illa við mannkynnið eitthvað. en hvernig er samt það er samt ekki búið að útskýra hvernig upphaflegu geimur eða smitsjúkdóms geimur Jú. eru til. Það eru þessir The Creators, þannig að Já, kallanir. en voru þeir, já, hann fór með geimverunar og stútaði þeim. Já, vélmennið fór að drap kallana sem byggðu það til. Já. Og sorry, en það var það sem ég hugsaði líka. Hún fór á gameskipinu, þannig að hún Elizabeth Shaw, já. já, hún fór á gameskipinu, lenti hana, Crash lenti hana Já, og var að senda út þetta beacon hana. já, einhvern veginn skilabóð. Svo er sýnt svona recap af því þegar Dave kemur Og svona hendir tunnum af eitri. á alla gaurana. Þú veist, við erum að tala um á 7 árum frá því að hún hrapaði þarna Já. og byrjaði að senda út það signal og þangur til að þau komið þangað. Já. Og þetta virtist eins og hann væri búin að vera í 100 og eitthvað ár þarna. Já. Mér fannst það bara lítið út eins og hann væri búin að vera þarna. Hann var líka alltaf svona orðið svona, já, hann var alltaf orðið svona í niðurnýslu, svona forn niðurnýslu, skilur. Já. Þetta er svona svo, þetta er svo skrítið. Ok, honum líkar eitthvað illa á mannkynið,
eða eitthvað, hann vill, ok, nei Nei, hans- aðalpointið er að hann vill vera Guð. Já, þú veist, prógramenningin hans er í rauninni einhvern veginn þannig Já, programming hans er bara að hann á að endurbæta hann má skapa. Það var það kom Já, alltaf fram í þessu. hann má skapa en hann á að endurbæta, þú veist, vélmennir eru hönnu til þess að beturbæta allt já. og að því að hann má skapa líka þá verður konflikt eitthvað svona lúpa. og hann bara eitthvað svona, já, mannfólk er ekki ná fullkomið Já. og the creators er ekki ná fullkomið grunna líka og geimveru smiðsjúkdómurinn er ekki heldur nógu góður Já. og mér finnst mjög skrítið jafn mikið og hann fyrirlítur mannfólk fyrir að vera ekki nógu fullkomið að hann vilji blanda geðveikt kúl geimverunum sem hann getur smitað Já. með loftinu í fólk Já, mér finnst það vanta alveg svona við mannfólk. Já. Þú veist, það var tekið hann fram eitthvað með það en ég bara sónaði pínu út. Skulum bara segja að ef að þú heitir Peter Weyland og ákveður að senda eitthvað 2000 manna crew billion fucking egg fósturvísa, ekki láta mann með kúreka hatt fljúa gameskipinu. Já, please framtíðar maður sem mun kannski að heyra þetta, þú veist, ég bara þau voru öll svo voru ekki bara ömulegi karakter, bara engin karakter þarna. já, reyndar, mér finnst það líka ok, Nei. sko, ok mér finnst hún reyndar hana þessi hana aðal pían, ég man þetta ekkit hvaða hlutverki hún gegndi á gameskipinu en hún var greinilega eitthvað svona third in command eða eitthvað. já, og líka, by the way, En hvað var hennar specialty? hver eftir? Aðal hann að konans Gianfranco. Ég man það ekki, hún var eitthvað Hún endaði með og að by vera the way, af hverju er þessi first in command gauður þarna bara einhver aumingi? Já, ertu að tala um second in command? Já, sem tók Já. við. Bara ekki bara aumingi heldur alveg bara svona ógeðslega skrítin gæi sem virtist alls ekki hafa vera capable til neins og virtist ekki vera þú veist, virtist ekki vera undir neinum kringustæðum góður í neinu. Nei, og einhvern veginn voru allir það voru allir það heimskir að þeir lenda á þessari gameplánitu. Ok, ég get afsakað þetta meir í Prometheus, en þeir lenda á þessari gameveru plánitu eitthvað og taka sér búningana Já, og bara svona fyrst að segja gera það er þetta andæðina, best að fara úr einu vörninni sem ég er með, þú veist, og ég líka, ég þori ekki, ég bara það sem ég þoli ekki er þessi fucking útskýring. Við eigum ekki að fá útskýring á mér finnst það svo leiðilegt að þetta sé skiluru Alien 1 kemur, þú veist, líka sem ég veist ógeðslega skrítið í Alien 1 Já, þá finna þeir náttúrulega þetta skip sem Elizabeth Shaw var í. já, Ok, cool fínlega með það en Dave þykist vera Walter, fer í skipið með þeim og þau sem fljúga. var ekki fyrir sjónlegt at all. Já, bara, wow, í alvöru og þau fóru, hún var að fara í kræja og slípa eitthvað og hann svona fattaði að þetta væri hann, oh my god geggjað. Þau fara eitthvað annað, síðan kemur Alien 1 sem stu uppröðanlega Alien myndin, þá finnum þau þetta skip
sem að er á þessari plánetu Já. og af einhverjum ástæðum eru geimverunar sem að Dave bjó til sem hann fór með sér eru þær þar og einhvern veginn fara inn í annan gaurinn þar en líka það sem er mjög skrítið hvað á Alien 1 að gerast löngu setna heldur en þessi mynd kemur það eitthvað fram? Nei. Getur þú bara að googla það? Já. Af því að mér langar að vita af hverju ég veit alveg þetta er fáránlega vangavelta en þú veist að því Alien 1 þá eru þeir með Android svona gæja Já. sem er bara þú veist bara allt öðru í sig dæmi skilur ég er að pæla í af hverju þeir létu ekki í þessari mynd reyndu að fara svolítið í þá átt að láta hann downgrade hann frá þeim sem er í Alien að því mér virðist sem vera sko að hann sé að Dave og Walter séu miklu háþróaðar í vélmenni eðlilega þú veist Alien kemur út 78 eða eitthvað er þetta ártalinu? 2012 er Wayland Corporation fundið upp 2093 gerist Prometheus Wayland Yutani mergerinn gerist 2099 2104 það er Alien Covenant og Alien 1 er 2122 18 árum senna já ok ímyndað er þetta já Elizabeth Shaw lendur hana 7 árum setna koma þau á þessa plánutu sem er öll í trjám og geggjaflott og það er hann að smit geimveru dæmið sem að þau fá í sig geggjað og svo fara allt gerist og svo fara þau í burtu og Dave tekur með sér allar geimverunar sem hann allar að setja í allar kræ á liðið og þau fara eitthvað lengst í burtu svo koma þau í Alien 18 árum setna já á eitthvað svona þú veist grungy svart þoku myrkur scorched earth plánetu og finna eitthvað svona rotnaðasta gameskip ever hvað gerðist þar á milli til dæmis á 18 árum já þeir ákveða ekki að útskýra það eða veist Þeir ákveða ekki að tengja saman myndina. Þetta er meira svona af hverju ekki að gera það eða þú ert að gera það? Nei, byrju, sko, málið er að Alien 1 er væntanlega Ridley Scott. Já. Aliens var hann var hérna Avatar-gaurinn. Já, James Cameron. Já, James Cameron og allir svona byrja svona Titanic-gaurinn. Já, allir svona sem byrja svona svo byrja allir aðra að taka við eitthvað. Já. Skilurðu? Og síðan kemur hann eitthvað svona ég á þetta og svona kúkar yfir allt einhvern veginn mér líður svona eins og hann hafa bara svona gert þetta til að kúka yfir allt ég veit það ekki alveg sko. Nei, allavega Alien Isolation leikurinn gerist 2137 Aliens 2183 Alien 3 2184 Acquisition by Walmart ha ég veit ekki allavega ok ég veit alveg að þú veist það er ekkert allt fullkomið í einhverjum svona heimi og allt það en það eru 60 ára milli Alien og Aliens já right
Akkur er hún bara chillin? Mér finnst bæði sko, nei, býtu hún leikur í báðum myndunum. Já. Hún er ekki 60 árum eldri. Cryosleep. Ok, það er, já, algjörlega það er algjörlega hægt að Hristamannisku. nei, ég er bara að segja þú skil, það er algjörlega hægt að réttlæta þessa hluti á einhvern hátt. Já. En bæði finnst mér konflikt mannana á móti þessum geimverum Já. vera svona of langt í burtu fyrir svona kvikmyndaseríu Já. en samt einhvern veginn allt og nálægt fyrir the vast of space. Þar sem við erum að tala um að þú veist, víst að þau fóru með alla kræja og dútana. Hvað? Nei, bara það svo að segja. Alla, já, víst að þau fóru með það allt eitthvert annað sem við vitum ekki hvert er. Já. Með Dave og gælunni eitthvað þau fara eitthvað lengst í burtu. Já. Af hverju í fyrsta lagi förum við aftur af hverju er ég veit að það er erfitt að gera þetta aftur í tíman að láta konflikti verða eitthvað starf annar staðar en af hverju gerðu þau ekki þannig að þau fóru þangað sem að fyrsta myndin byrjar. Já. Í staðin fyrir að fyrsta myndin fer 18 árum seinna og lendir í konflikti þar. Why did they go there? Af hverju voru þau að leita að einhverju alien spaceship, skilurðu? Hvernig er áttur í alien? Af hverju faraði það ánga áttur? Þau heyra líka transmissionu eða? Nei, það er engin svona tenging þar. Í Alien 1 var aldrei einhver Elizabeth Shaw sem var í þessu geimskipi, skilur. Jú, það er einna distress signal sem þau fá. Er það? Já. Það er alltaf langt síðan svo Alien. Við verðum alveg En þú veist, hugsaðu þér bara fyrir utan hvað allt er fallegra í Alien myndinni. Bara Alien. Hún er mikið. Hún var mjög stund, þú veist. En alltaf fyrir utan að það er allt praktikul freka mikið. Já, þú veist, hún er alltaf miklu meira compact tekin upp, skilur á örugglega á, þú veist, 1/9 af budgetinu. Já, þú veist, líka plottið segir já, bæði við nummer 51 á top 250 listanum á IMDb af ástæðu. Source Moon finds one of the crew attacked by a mysterious life form. Þetta er ekki flókið. Þú veist, ef þú ert að gera hryllingsmynd, gerðu eitthvað sem þú þekkir ekki, hugsanlega sérðu ekki, og bara þegar þú sér það, fucking go nuts, skilurðu. Já. Bara, þú veist, allavega Prometheus. Mér finnst, ég horfði á hann aftur um daginn. Mér finnst Prometheus alls ekki að slæma fólk er alltaf að segja. Nei, ég horfði á hann aftur um daginn og hún er, þú veist, hún er góð. En vandamáli sem ég finnst með hana er bara svona, þú veist, ok, það er ógeðslega mikil svona tilvistar heimspeki í þessu, skilur, svona af hverju erum við einna bla 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 til, þú veist, erum við fullkomin, erum við ekki fullkomin og bara hvað áhrif höfum við á heiminn, hver skapað okkur, þú veist, alls konar svona shit. En þetta er meira svona eins og einhver var að tala við þig um það meðan hún væri inn á skemmtistað. Já. Og hann var rökslega fullur og myndi svona aðna Nákvæmlega maður. nákvæmlega, er það fokkið djóka? Er það djóka? Já,
þú veist, af hverju eru þetta skilur hvað, þú veist, eitthvað en já, já, það er meira svona eins og einhver fullur sé að bullum það frekar en að hlusta á mjög hreina útskýringu frá einhver svona vitrum manni. Það sem ég veist líka mjög gott við Prometheus er í rauninni bara hérna þetta hvernig myndin var promótuð. Það var mjög sko, við erum að tala um myndin var komin í bíó. Ég fór að sjá hann í bíó, minni mig. Nei, ég líður eins og við farið saman á hana. jú, mér finnst það. Við fórum örugglega á hann í bíó saman. Ég vissi ekki að þetta væri Alien. tengt Alien á nokkurn hátt fyrir bara svona 3 dögum að hann fór í bíó eða eitthvað. Og mér fannst það ógeðslega gott. Ég hefði helst viljað fara í bíóið Og síðan Wayland Corporation. já, bara, og hefði ekki vitað að þetta væri tengt. Mér finnst þetta ætti að vera þetta þú veist, hún gerir það samt. Hún er til hliðar. Alien Covenant fucking kúkar yfir Alien. Þessi mynd er meira svona Hún gera það ekkert, sko. ekki, þessi gera það ekki. En Alls ekki. Alien Covenant gera það. Hún kúkar yfir allt míþosið af Alien. Bara svona þetta var eitthvað vélmenni sem Já, eitthvað vélmenni sem maðurinn bjó til. sem er ógeðslega heimskulegt. Eitthvað, þú veist, Kill Your Darlings bull. Eitthvað svona séu hvað ég skapaði en það mun eða þér alveg eins og skapundinir sköpuðu okkur og við sköpuðum vélmennið sem er að drepa þá. Þú veist, þetta er svona it's a circle of love eitthvað, þú veist, eitthvað bull. Já, mér finnst það ógeðslega pirrandi bara allt. Mér finnst það allt ógeðslega pirrandi. Og ég var bara ég var pínur reiður bara þegar við vorum búin að horfa á þessu mynd. Já, en þú veist, geðveik atriði í Prometheus, til dæmis keisaraskurðurinn, bara ógeðslega, þú veist, það var líka svo gott við Alien myndina, var, þú veist, En bíddu. Í Prometheus já, er ekki svona facehugger í henni? jú, mikið betur, jú, Er það ekki það sem að Dave var að búa til? jú, ekki spyrja. Nei, í alvörunni samt. Nei, þú veist, það er ógeðslega, sko, í Alien Covenant er subbulega mikið af plot holes. Nei, ég meina, erum við ekki að djóka samt af því að hann býr til þessi egg Já, sem að þau finna í Prometheus líka, sko. já, Og þau eru með Dave með sér þá, sko. Er þetta eitthvað sem hinir voru byrjar að þróa og hann hélt síðan áfram eða veist hvað, what? en já, þú veist, ok, það til dæmis, þú veist, það atriði eitt gerði myndina tölvöld betur fyrir mig, af því það sem ég elskaði við Alien myndina var, þú veist, ok, geimurinn er tómur, mjög tómur. Já. Það í geiminum heyrir enginn öskra. Það er náttúrulega taglænið fyrir myndina. Þú veist, í gameskipi þú mátt ekki fara út fyrir það og þetta er svona þrengjast inn á þig. Þú er inn í ventilation kerfinu, það er að þrengjast inn á Og þú þig. er búin að loka þig af frá þessu rými Nákvæmlega. og þessu rými. Nákvæmlega. Þú veist að geimverðin er í stokkunum, þú veist. Er einhver staðar í, já, einmitt í loft, þú veist, loft eitthvað rest í kerfinu eða eitthvað svona. Þetta atriði fannst mér svona vera svona homage til þess að því hún var fucking föst í pillulaga sjúkrakassa
að láta skera sig upp með geimverinu bókstaflega inn í sér og þetta bara svona tók til þessar tilfinningar og svona þjappaði þær saman í 3 mínútna atriði sem var geðveikt Já, og bara svona þú veist, alveg svona þú veist já, nei, ég meina, ég hafði ekki einu svona hugsað út í þetta með að það væri það sem að Dave var að developa var í Prometheus já, af því að hann átti að vera að gera þetta eftir að hann fór eftir að hún hrapaði skilur eða eftir allt það það eru nokkur góði punktur þetta Skáttu. af hverju funduðu ekki þessa plánindu áður hún er mikið nær jörðinni þú veist, ok Já, ég meina þau segja samt alveg svona oh, how could we miss this já, en það var samt þú veist, ok hún reyndar fór á öðru gameskipi þangað hún fór ekki á Veiland Nei, já, hún fór á sem við vitum alveg Já, en þú veist why during this trip those sleeping gibbers já, þú veist, já, bara, þeir bara eitthvað svona í myndinni þá svona flug allt í náttúrulega út allt Já, þú veist, þeir eru bara svona hangað í loftinu þetta er svona svo þú veist, jú, þetta var svona kjöt í svona slátrun en eitthvað, ég veit það ekki það var röglega ekki pointið Why is James Franco in this movie? for about 2 seconds þú veist Who would put James Franco and Danny McBride in charge of þú veist, það er það sem ég er að segja ekki láta mann með kúrika hatt stjórnum gameskipinu Þetta er líka það sem ég var að segja að meðan við vorum að horfa á myndina bara af hverju eru leikarar í þessu missjóni já af hverju er allir þú veist, ekki eitthvað endilega því að þetta var illa leikið þetta var bara leikið bara því að þau voru klárlega með handrit já og svona óþarfa mér er drullu sama tengingar eitthvað, þú veist, ok eiginkonans hans Já. Danny McBride dó greinilega og ég veit ekki hugmynd hver það er Já, en bara, nei bara að þau hefðu verið eitthvað af hverju líka, en ok til hvers? til hvers? Af hverju voru líka allir pör? Já. Ég meina, ímyndaður þetta af hverju myndi Veiland fá eingöngu pör í krúið er það til þess að repopulata mögulega en til þess það konflikt er fáranlegt af því að þau eru að flytja fólk til að fjölga sér þau þurfa ekki að vera Adam and Eve nei, þau krúið eru með 2000 manns til að gera og fullt af fóstuvísum til að tróða inn í hvert sem er gaman en ef að það var ekki plottið að þau hefðu verið fengin í þetta mission af því þau voru pör af því að klárlega voru James Franco og þessi gella par áður en þau fóru af því að hann var eitthvað í klettaklifri eitthvað hei ég sakna þín geggjað en þau hefðu líka alls ekki getað kynnst af því að þau voru búin að vera í kryoslíp Volter var búin að vera stjórnar skipinu já, þau voru bara að vakna blessaður hérna þú sem ég hitti þegar vorum ráðin í þetta mission myndi auðvitað hvernig voru þau svona tight crew líka þú veist, hvernig getur þau svona tætt krú og verið svona fucking ömulega að vinna saman já ég minna fyrir utan það algjörlega fyrir utan það hvað veru ömulegt starfsfólk í þessu gameskipi hvernig voru þau svona góði vinnufélagar ef þau voru bara búin að vera í hibernation já og af hverju ættu það að hafa ekki verið í hibernation í einhvern x tíma áður en þau fór í bara eitthvað, já, ekki verið í hibernation til að kynnast betur
í svona mánuð. Já, þú veist bara, Til hvers voru þeir með crew to be fucking in with já, einmitt til að lenda skipinu? Já, líklega. Það Já, er eina. En það var svo mikið það var svona, ó nei, það er sko, svo brjálaðir stormar að við getum ekki komið násplandur Já, svo var ekki einu svona útskýrt hvað gerðist þegar seglið bara allt í einu svona var blastað af einhverju game rugli. og allir eitthvað svona, ó nei, það er 2500 manns af því það er ekki fest nóg vel niður í bíl fucking belti sín. Af hverju voru ekki bara grafin inn í veggina í staðinn eða eitthvað? Ok, skiptir ekki máli ok, þú ferð á plánetu. Ok, bara, þú og ég erum geimfarar. Við erum báðum með kúrikahatta. Við förum á plánetu sem við vitum að einhvern veginn var ekki sett á go to listan hjá okkur af einhverjum skrítum ástæðum sem við veitum ekki alveg hverju. Hvernig fór fram hjá okkur Já. Ok, það er ógeðislega brjálaðir stormar þarna sem við getum ekki koma nála, svona 500 km á sekundu vindar, rafstormar eitthvað. Við hugsaum, ok, við getum þetta. Förum niður gameplan, bara fucking pláneta út í game sem við veitum ekkert tökum okkur hjálmana af því við erum fátar, af því kúrikattan komast ekki á hausna okkur í hjálmunum, þannig við verðum að taka það af þetta. Já, það er ekki að setja kúrekahjálmina. Já, einmitt Akkur eru ekki með kúrekahjálma? Já, kúrekahjálmar, fuck. En allavega, ok þeir sem að setjum okkur kúrikattan okkar og sjáum allt í nú, hey, þetta er motherfucking geimveru gameskip. Förum inn í það. Ok, fyrir utan það er ógeðslega heimskulegt að fara inn í það. Við förum inn í það af því við erum kúrikar. Því að transmission er að koma þann. Ok, reyndar. Förum inn. Hún er massa dauð manneskjan sem er mennsk og var einna í x langa tíma. Og hérna er, þú veist, bara svona leifarnar af henni. Þú veist, það er bara eitthvað svona, þú veist, það, ok, förum að leita henni eða eitthvað. Já. Og fyrir utan, ok. Og síðan svo við bara hveit út allt og við erum eitthvað svona, hey, hver plantaði þessu hveiti? Ok, hvað hveiti? manstu ekki eftir hveitiatriðinu? Það er bara svona dalur fullur af hveiti og svona, hver ætlaði að geta plantað þessu? Já, mennur weed. Já, hveiti, strá, korni fyrir ekki hveiti, vá. Það var ekki hveiti út allt fyrir ekki. Ég var að hugsa ég var bara eitthvað að hugsa eitthvað inn í gameskipinu. Ég var að hugsa weed hveitipókum. Ég var að hugsa weed auðvitað. En innan, ok, pælum að því hún dó alveg mjög fljótt eflaust. Já, ég meina það voru 7 ár. Whatever. Plantaði hann öllu þessu korni eða? Nei, the creators. Af hverju ættu þeir ekki það? Þeir byggu okkur til og byggu til hveitið okkar. Byggu þeir til hveitið okkar? Væntanlega, eða þú veist. Byggu þeir þá til allt annað líka? Eflaust eitthvað. Eflaust allt sem að þeir voru búin að þróa sér til creator eldis, ekki mann eldis. Já. Það reyndar sko. Eflaust, ég hugsaði það allavega þannig að því að þeir plöntuðu okkur í Dettifoss eða eitthvað. Já, en var það samt ekki bara svona, ég hugsaði alltaf að það hafi verið bara svona, þeir hafi plantað einfrumungum þar, ekki okkur. Þeir hafi plantað bara einfrumungum sem hefðu endanum orðið við. Já, en þú veist, nature always wins. Þau eru alltaf að segja þetta í þessar mynd, minnum mig líka. Nei, það ekki. Eða var það einhver annar mynd. Allavega, þú veist,
ef þú plantar einhverju svona biomass af einhverju annari plánutu á einhverju aðra plánutu þá er eitthvað svona að þá verður til það sama að því að í multiversinu eitthvað en í það, já, þú veist, alls konar svona, þú veist, ok, hann er alltaf komið hausinn og sér aftur á, ok, en þegar við sáum að, já, The Engineers voru þeir kallaðir, verkfræðingurinn já. Þegar sagt, verkfræðingurinn rífur hausinn á honum af með mænun hans og öllur hryggjasúlun hans út um honum, þá sjáum við að, sem er ótrúlega flott bæði, að hún er byggð eins og venjuleg hryggjasúla, hún er með þessar tauga endum og svona. Ertu að reyna að segja mér það að Elizabeth Shaw hafi bara saumað hann aftur saman eða bara alla þessar taugafrumur eða hvað? Hún gerði það ekkert. Hvað þá? Hún fór án hans. Já. Hann kom síðan bara einhverju öðru gameskipi með allar smitverunar. Hún var búin að hrapa á sínu gameskipi. Já. Hann fór ekki og flaug upp á því og droppaði þessu shiti. Já. Nei, þú veist, já, hún fænt hana, hann hefur bara eitthvað regenerata sig saman í einhverju rugli, fundið eitthvað annað gameskip eða eitthvað, ég skil ekki alveg. Já. Hvað eru búin að eyða löngum tíma núna í að tala um myndina sem við ætlum rétt að tala um? Kemur smá stund. Akkur hefur þetta ekki bara á öðru en Beats and Bars eða, Nei, ég veit það ekki. 2 tíma. Ok, 10 Cloverfield Lane. Býtu, ok. Geðveik mynd. Stopp maður. Já. 10 Cloverfield Lane. Við erum komin aftur við, já. 10 Cloverfield Lane. Sko, mynd sem var ekki auglýst neins staðar. já, ég man eftir því. Þessi mynd var í bíó. Þú sagði við mig að þetta væri framhald af Cloverfield, eða þú veist að þetta væri eitthvað svona í því dæmi. Og ég bara svona, er þetta eitthvað verri? Ég bara svona, hvað kjafta er þetta? Af því að ég sá trailerinn og það var bara eitthvað svona John Goodman að læsa ykkur og gælunir í kjallar og ég bara eitthvað svona, þetta er ekki neitt tengt þeirri mynd, hún heitir þetta bara. Já. En djúvel það er ekki rétt. Jú, það var samt rétt þegar við komum inn í það að þetta var bara John Goodman að læsa kjallur í kjallar. Við komum inn á það. En ég held að ástæðan fyrir þessi mynd hafa ekki verið auglýst svo mikið er einfaldlega af því hún var ekki með mikið budget. Og þetta er svona hún var samt örgulega með crazy budget, loka fucking ruglið. Já, en það hefur kostað meira heldur en öll hinn restina með. Já. En þetta er svolítið fyndið af því að þú gerir eitthvað svona, ef þú gerir low budget mynd og eða líka lítið í advertising, því ef hún er góð þá mun hún taka loft og græða ógeðslega mikið pening. Ef hún er ekki góð þá mun hún ekki taka loft og þú mun ekki tapa neinu. Já. Skilur hvað ég veið? Já, ég skil. En ég held en ég held það ekki verið svo brjálæslega mikið, sko. Það er mjög flott, mjög fallegt. Já, ég er samt alveg 100% vissum að síðasta korter af myndinni hafi kostað meira heldur en öll hinn myndin. Já, allavega hún kostaði 15 milljónir. Það er dollara. Það er mjög lítið. Já. Fyrir þú veist,
Ok, Skulum Já, sjá hvað Alien Covenant var með. hún er örugglega með 150, 200 97 mínútur. Það er minna en ég bjóst við Ok, byrjum að byrjun. 10 Cloverfield Lane. mhm. Hún gefur ekki mikið til kynna til að byrja með. Þú veist, hún mjög lítið finnst mér. Já, og sko mér finnst rauninni frábært, þú veist, ástæðan fyrir að ég hafði ekki hugmynd um að það veri í rauninni tenging við hina myndina er að þeir vildu pottet ekki að maður vissi það. Eða, Já, þetta var ekki eitthvað svona hei, framhald af blöðulega eitthvað, nei bara, eða þú veist ekki framhald, bara svona side quest í Skyrim. Já. Nei ég er svona, ef ég hefði ekki vitað neitt sko þetta þau horfðum á myndina. Þú veist, ef ég hefði bara hort á þessa mynd þegar hún kom út Já. og með það svona í huga sem svo að þú hefur ekki heldur sagt við með þetta verið eitthvað framhald af henni þá hefði ég örugglega ekkert kveikt á því sko fyrir en bara svona þegar myndin var alveg svona meira en hálfnuð þá myndi ég örugglega ekki kveikja að það var eitthvað tenging. Nei. Sem ég veist geðvikt. Mér finnst það er nefnilega það, þú veist, að þú lítur á það sem þessi myndi er. Já. Hún er kall, ég vil ekki spoilers eða eitthvað, skilurðu. Það er mjög erfitt að spoila þessar mynd. Af því það er mitt málið. Af því þú segir í hlutin, þá er það ekki nóg. Þú veist, það er ekki myndin. Og síðan er hún ekki það sem heldur hún sé. Hún er ekki neitt af þessu heldur sko. Nei. Það er mjög erfitt að tala um þessu mynd, það sem hún er bara. Mér finnst hún frábær, mér finnst handritið í henni frábær. Mér finnst sko, þetta er eitt besta svona konflikt. Ég verð að fara að nota eitthvað annað orð en konflikt. Ádela? Nei, ekki ádela. Nei. Svona, þú veist með valkosti. Já. Það eru svo marga breytur. Já. Í þessu scenaríu sem þessi myndi er. Já. Þú veist, hún heldur hún sé fangi kjallara hjá okkur brjáluðum manni. Hann útskýrir fyrir henni hvað er að gerast. Við trúum því ekki. Já. Fyrir utan það við vitum það. Já, veistu, við vissum það þegar við byrjum á myndina. Já. En ég fór samt að efast um það. Já. Að því leiti að Cloverfield gerist í New York. Ekki? Og það besta sem við vitum í Cloverfield er bara að það er sprengt geimverun, eða ekki? Jú. Nei, hún kemur síðan eitthvað svona í endan svona, eitthvað, eða ekki? Nei, það er sýnt í endan, þá er það á Staten Island og hún sést í bakgrunum hramp í sjóin, sem er by the way eitt geðveikasta easter egg í heimi. Annars er ekki. Nei, þú veist, þeir fljúa, jú, hann heyrir í þóðunum og það er rauninni sprenging einhver. Já, það sem ég er að pointa út er að ég hugsaði, þetta er klikkaði gaur sem er með bunker, klikkaði gaur er með bunker. Þegar hann frétti í útvarpinu að þetta var að gerast í New York, fór hann niður í kjallara, læsti sig niður í bunkerinu sínum og hélt því fram að það veri eitthvað allt rugl í gangi. En as far as we know, það var bara svona
var geimvera sprengt í New York sem er ekkert hvar voru þau áttur þau voru ekki þau voru ekki eitthvað svona gett nálægt Nei, það var náttúrulega Kansas já Hún var alveg, þú veist, þau var alveg bara þú veist, í miðjunni þau var alveg bara í miðju landi sko já hún alltaf keyrir svo til Texas eða ekki Það er til Kansas já hún er á leiðinni til Houston Já. en já allavega þá finnst mér sko það er svo geðveikt að við vitum ekkert af því að þetta er bara svona þetta er frábært framhald af að tala okkur um Alien þar sem er svona sería af því að þetta er svo vel gert að þú veist, þessi mynd er basically að gerast eftir hérna eða á sama tíma við vitum það ekki alveg en as far as we know þá var geimvera sem eitthvað fokkað upp í New York var sprengt og er mögulega dauð Já. þannig að möguleikin á því að þessi gæi sé bara með hann lestinni í kjallara af því að það er eitthvað rugl í gangi sem hefur möguleikin áhrif á þau og maður hugsa það bara já hann er að vera fucking maniac en svo breytist svo hugsun algjörlega þegar við komumst að því að loftið sé eitrað Hann er að gera innan gæsalappamerkið Það heyrist ekki í gæsalappamerkið nei ég sagði þetta samt svona að loftið Já, sé eitrað já en það er það nei Jú, það er spreyja eitri yfir allt já en loftið er samt ekki eitrað Já, spreyið er eitrað en loftið er ekki eitrað já, ok, tjók, fyrir og Já, við sjáum sérst mjög svona ógeðslega konu við sjáum fyrst ógæsli svín ógeðslega svín og það er alveg löngu áður Já, það er rétt sem eru svona öll eitthvað svona rótin og eru að svona eitthvað morgna Mörgast, eitthvað mér stefnaði við geggjað að það er farið með ykkur þangað þetta er svo mikill fokkin rússipannismynd hún endur í bílsleysi hún vaknar þarna við höldum hún sé fangi í honum við höldum hann sé að ljúga við komumst eða hann sé ekki að ljúga við verðum með honum í liði þanga til að Við komumst að því að hann hafi ítt henni út af einu alltaf við komumst að deila ekki að því Eiginlega ekki, það er enda rétt það hún, þú veist jú, við sjáum eitthvað svona rispa á bílnum hans og að hún man eftir því að eitthvað kerrin út af einum Já ég bara pæli, þú veist, var hann við vitum það líka ekki heldur sko, hvort að hann hafi hann náttúrulega átti að hafa haft þessa gælu hann að læsta niður í hjá sér Já þessa stelp úr skólanum hana við komumst í rauninni ekki að því hvort að hann hafi í rauninni bara verið að fara að abdukta hana og setja hann inn í kjallara sinn og síðan bara svona fuck hvað er að gerast það er geimur árás þú veist í miðjum klíðum Já sem hann var líklegast skýringin að því en svo veitu hvað hún kemst það er eitthvað sem að samfæra hann að hún geti farið út að loftið sé ekki eitthvað hvað var það áttur? Nei, hún byrjar að gera búningin, eða ekki? Nei áður þegar hún lemur hann og ætlar að fara út þegar gellan kemur Já það er einhver ástæði fyrir því ég man ekki, hvað það var þetta er með það á svo mikið að fokkin breytum í svo að ég Já,
Já, maður ekki alveg nákvæmlega hvað gerist. allavega eitthvað veldur því að hún haldi að Já, hún er samfær um það að það sé í rauninni ekki eiturloftið, þó að hann var búinn að sýna henni þessar svín sem voru rotin og ógeðsleg eftir eitthvað eitur. Hún rotar hann, við erum hún er að fara út, hún kemst út. Svo kemur þessi kona sem er fokkin morgnuð í framann og allt í einu bara ertu dregin aftur með hún, ekki alveg en á hans lið. Bara það er fokkin eiturloftið, hann var ekki að ljúga. Já, við erum samt ekki endalega með honum í liði. Nei. En við skiljum að hann er með valdið og þetta er ekki bara í liði, þetta er mjög mikið valdaspil líka sem þarf ekki endalega að vera með hennum í liði, en valdaspilið er svo mikið líka. Já, en það gefur okkur samt einhverja af því að hann var ekki að ljúga. Já, það algjörlega. Hún alltaf heyri í þessum bíl uppi þannig til að byrja með og hún er eitthvað svona, gaur, ég heyrði alveg í bíl, og hann er eitthvað svona, það er ástæðan. That's impossible. Það er ástæðan fyrir hún heldur að lofti sér ekki eitthvað, það ekki? Jú. Af því hún heyrir í bíl. Já. Sem er bíllinn hennar, konunnar. Já. Sem er morgnuð og ógeðsleg. Já. Svo fara þau að plana búið til Hazmat-gallan sem er ógeðslega cool. Ógeðslega töff. Svo finnst mér líka alveg svona eitt af bara svona betri scenarium sem ég sé þegar hann skýtur gaurinn. Já. Ég er svo, þetta er svo mikið valdaspil, öll þessi mynd, og þetta er svo brussuleg leið til að sína það. Hann finnur gallan sem hann er búin til. Nei. Nei, djók. Hann veit að þau eru að gera eitthvað. Sko, þetta samt í rauninni, hann vil byssunum sem henni. Já, þetta atriði samt í rauninni þegar hann skýtur hann, það gerir ekkert annað heldur en að auka þörfina á að komast út. Já. Það er ekki það hindrar hana í rauninni ekki neitt í neinu. Nei. Þetta er bara, hún var bara að vingast rosalega mikið við hana gaur og svo bara svona búm, bara skotin í aldrei. Hvað? Sjá hvort það sé ég hátt stilt á það. Það er allt, ég hátt stilt að því. Já, það er allt, já. Ekki. Nú, já. Bara nákvæmlega. Finnst þér heyra slæri í þér? Já, lítið, já, hana. Já, þetta var bara það sem vantaði upp á, nú er þetta jafnt. Já, tjók, núna heyri ég mikið betur. Allavega. Mér finnst það rosalega gott í þessari mynd að þegar hann skýtur gaurinn þá er maður bara holy fuck svo bara svona já, þú veist, af því að þetta er ekki eitthvað svona hann finnur gallan og rífur hann í tvendi eitthvað. Já. Þetta er bara svona tjúðan að geða ykkur, hún verður að komast burt, já, hún getur það ennþá. Og þú veist, það er, mér finnst bara svo fucking geðveikt þegar hún fer út bara öll senan, bara allt frá því hún kemur út, já, frá því hún brýtur lásinn, fer upp með lúna, það bara allt þar eftir er sturlað. Þú veist, þú færði þess að innilókuna kent inn í gallanum, þetta skot hérna, þú veist, inn í gallanum, þú veist, fuck, svo þegar hún rífur gallan, maður bara svona sturlast. Já, maður sturlast bara. Þú veist, það er bara allt, það er allt svo fullkomlega vel gert. Svo, þú veist, nær hún að teipa gallan, svo bara eitthvað
svo springur allt niðri Já, og þá sjáum við fucking geimverunar. Nei, við sjáum fyrst skipið fljúa. það er svo gott. Það er svo gott sko. Þegar við sjáum það fljúga og síðan springur allt. Og þá bara svona, við bara svona nei, þau sjá þetta. Já. Og þá sjáum við svona lítið skip fara úr stóra skipin. Nei, geimveru. stóra skipið kemur og droppar einhverju shiti. Já, sem er eitt af þessum geimverum. Já. Og þetta er svo þú veist, fuck. Þetta verður bara svona crazy fucking geimverumynd. Bara síðustu 15 mínútur. Já. Allt hitt er bara svona psychological thriller Já. sem minnst brilliant. Minnst það svo brilliant. En að þú pælir í þeir eru svo hald uppi kynnlurum og tilfinningunni við Cloverfield af því Cloverfield er geimverumynd mínus geimveran. Já. Þú veist. Og líka bara Cloverfield er svo masterful að þetta sé allt svona handheld dogma. Já. Ótrúlega vel gert. Og líka þegar maður horfir á eins og Cloverfield, maður horfir á hana og fyrst er maður bara svona eitthvað svona taka upp ykkur partí, hann er að fara. Já. Svo bara svona Ef maður sógininn. já, maður bara gleymi því. Bara algjörlega sógininn bara og einhvern veginn saman hversu ég ofti horfa á hann líka fæ ég alltaf alveg bara svona ó nei, ó nei, ó nei, ó nei, ó nei. Mér finnst hún ótrúlega vannmetin mynd. Hún er það alveg og maður þetta er eitt af þessum myndum sem maður sér aldrei eitthvað svona hei, þetta ekki einu sinni þetta var góð mynd bara svona ekki einu sinni þetta var góð mynd. Nei, ég meina, hvað er hún með einhvern á Rotten Tomatoes og IMDb og svona? Sjáum minna Metacritic, það er allt hérna. Því mér finnst þetta ein mest svona brilliant svona mynd bara sem ég séð og mér finnst líka bara geðveikt þú veist mér finnst þessi mynd svona pínu tímamót mér þess að bara Já, vissuleitir sko. Þú veist, ég meina, það er alveg búið að gera myndir sem eru allar eitthvað svona dogma handheldæmi en ekki eitthvað svona. Hún var með 64. Það er kannski bara út af leiknum, hann er svona ekki kannski alveg frábær. Hann er samt mjög góður. Ég er að reyna að loka þessu helvítis svona 100 Empire. Ok. Það er bara nokkuð gott. Dunkirk er einhverjum á stað með 91, nei 94 sem ég finnst hún ekki að skilja. Ég hef ekki séð hana. Þú ert örugglega að vera það saman ég. Þú ert að horfa á hana á glemminni. Alveg svo með Revenant. Já. Ég glemdi henni bara strax. Já. Ég man ekkert eftir henni. Segðu mér eitthvað atriði úr Revenant sem inniheldur ekki bitni. Ég er ekki að djóka núna. Ég er ekki að djóka sko. Það er ekki að grínast. Jú, ógeðslega cool skot sem er kranaskot. Já. Þannig að í bardaganum Já. kemur kranaskot niður og þegar komið alveg í svona augnæð þá er einhver sem tekur gimbalinn af og fer handheld. Ok. Og það er ógeðslega cool skot. Það er ógeðslega mikið að sko kvikmyndatakan er geðveik í Revenant. Já. Mér skal alveg kaupa það. Eða þú veist, ekki minnst hún ekki fullkomina því að hún er minnst hún ótrúlega blend Allt náttúrulegt ljós. já, en hún er ótrúlega stíllinn kvikmyndatöku stíllinn er all over the place. Minnst það mjög skrítið en Já, en 10 Cloverfield Lane geðveik mynd. Bara, hún er líka svona
Þetta er ótrúlega hvað maður getur talað miklu meira lélega myndir en góðar. Já. Af því Mér finnst líka bara Gellan úr Fargo sem hann leikur í þessu, sem er mögnuleik hún er svo brilljant og John Goodman er brilljant líka. Mhm. En mér finnst hún alveg geggjuð. Mér finnst hún líka svo geggjuð í Fargo. Hún er ótrúlega Fargo og ég meina við getum tekið sko 5 klukkutíma þætti Ég bara til að tala vill um ekki Fargo. einu svona byrja að tala um Fargo sko. Fargo er sko hún veist það er náttúrulega bara eitthvað ólýsanlegt einhvern veginn. Já, mér finnst það bara Þú veist hversu þétt þetta er. mér finnst það sko óþægilegt. Mér finnst óþægilegt hvað Fargo höfðar til mín útlitslega séð. Mhm. Mér finnst eins og einhver hafi svona persónulega gert þetta til mín fyrir mig. Já. Og þó að þessu mismunandi seríun þá finnst mér allar. Þú veist þetta er maður talar um þú veist. Og myndin er líka geðveik sko, en þú veist. Já. Mér finnst það algjörlega allt annað. Já, þetta er allt annað. Þetta er náttúrulega ekkit, Ég veit það. þetta er í rauninni ekki tengt en er samt eitthvað tengt. Mjög skemmtilega tengt samt. Já, mér finnst það svo gaman nefnilega að þetta er svona, þetta er tengt á okkur skrítin hátt. En það er þetta bara, þetta er farsi. En þessar seríur eru bara svona Þetta er bara farsi. algjörlega. Og einhvern veginn er þetta glæpa thriller sem er bara með þetta farsa yfirfar. Já. En þú veist maður talar um Breaking Bad væntanlega og Fargo, en að finna með þetta er þú veist, þeir eru svo brösulega langt yfir einhverja aðra þætti sem ég eiginlega dettur eitthvað svona on the top of my head í hug. Fyrsta seríu af True Detective Já, er eitt það besta sem ég hef nokkuð að séð á efni. enda er það fast í hausnum á mér. Ég næ ekki True Detective. Mér líður eins og svona það sé einhver svona vond minning sem ég Já, get ekki útskýrt fyrir sjálfur mér, af því það er ekki útskýrt. Þú veist ekki neitt hvað er að gerast og þú ert algjörlega máttlaus og þeir gerða það svo ógeðslega vel og ég hef aldrei fengið þessa tilfinningu að vera ég hef aldrei fengið þessa tilfinningu að vera bara þú veist, ég var hræddur af því ég vissi ekkert og þeir vita ekkert og bara þú veist ekkert. hún líka, þetta er bara eitt best leikna efni sem ég séð. Og mér, sko, það voru fleiri en einn sem að sögðu við mig: ertu búin að horfa á True Detective seríu 2? Hún Ég er sagði- ekki betri en neitt. Ég er ekki að fokki þér sko. Nei, Ég er svona, já, hún er svo mikið betur en eitt. Og ég er bara svona, hætt að tala um mig. ég er bara svona, Aldrei tala um aftur. hvað ertu að meina? Hvernig í einhverjum heimi er það rétt hjá þér? Ég er ekki að segja að True Detective seríu 2 sé eitthvað mesta drasli í heimi, Nei. en á með við seríu 1 er hún það. Ég Þú veist, á með við allavega hvað seríu 1 var, þá mistu þér algjörlega the point í seríu 2. Já, þetta er algjörlega ótengt á alla vegu. Bara alla vegu. Mér finnst bara svo skrítið að þetta héti það sama. Þetta er svona, já, þetta er bara Bad Lieutenant. Nei, ok, tjók. Nei, ég meina, af hverju gerðu þeir ekki bara aðra seríu sem er löggursería, Já, rannsóknarlögreglusería eða eitthvað, sem er bara eitthvað annað? já. Var þetta bara til að fá budget, eða þú veist, fá framleiðendur, fá En þriðja Ons. sería lítur náttúrulega bara þriðja sería? Hvað meinur? Hefur vissur ekki? Nei, Veist ekki hver er að leika og hver er að leikstýra og býtu, jú
Nei, ég veit ekki um það. Ertu tilbúin eða? Nei. Sko Mahershala Ali er að fara að leika sem ég finnst geðvægt af því mér finnst hann fucking cool en Jeremy Saulnier er að fara að leikstýra þessu gauðin sem gerði Green Room og Blue Ruin og ég treyst honum fullkomlega fyrir því. Ég veit ekki hvað neitt af þessu fólki sem þú varst að segja. Eitt af sem hann Óskarinn fyrir Moonlight. Hef ekki séð Moonlight. Þú ættir að sjá Moonlight. Þú ættir að sjá hana. Ok. Jeremy Saulnier, þú ert náttúrulega ekki búin að horfa á neitt af myndunum hans. Nei. Þú ættir að gera það en aftur ég held þetta sé að því þetta er sko þetta er aftur í seríu 1 þeir eru að fara sko í Suðuríkin aftur. Ok. Og ég meina ég treysti honum Jeremy Saulnier af því hann er svolítið það sem ég fílaði við True Detective mörguleiti. Hann sko myndinar hans eru mjög lausar, mjög hægar en ekki hægar, ég myndi ekki segja hægar, það er ekki hægar en þeir líður eins og það er anda mjög mikið, það er mjög mikið að kynnast karakterum mjög innilega, þeir eru mjög persónlegar mjög ábyrgðisfullar en það er aldrei þú veist, það er ekki pointið það er ekki, þú veist það er sko brussuleg svona ógeðsleg atriði sem myndum en það þjónar svo miklum tilgangi. Já. Alltaf. Og það er alveg það sem ég vil finna við True Detective. Ég trú alveg að hann geti leikstýrt því og ég meina hann bara þessi maður ég held að hann geti alveg púlað það sko. Hann er mjög capable held ég sko. Ekki spurning. Er alveg samfærandi sem leikar. Já, hann er samfærandi myndi ég segja. En mér finnst eitt annað sem ef við erum að tala um sjónvarpsþætti Better Call Saul. Já. Bara ok á hvaða networki er önnur sería? AMC. Af hverju? Fyrsta sería Netflix. Já, það er vist rétt þar. Önnur sería er ekki inn á Netflix sko. Fyrsta sería bara ég horfði á hann aftur daginn bílaðslega góð maður. Og mér langar að ég er ekki búin að sjá aðra seríu sko. Af því Better Call Saul er það sem ég líður á mörguleiti er svona svolítið það sem honum langaði að gera með Breaking Bad. Þetta hljóma mjög skringilega sko ég verðilega að segja mér finnst Better Call Saul betri þættir Breaking Bad. Já, af því þeir ég er ekki búin að sjá aðra seríu en nei, ég skil hvað við og ég ætla alveg að vera sammála því að því leitið að Better Call Saul þeir eru svo sannfærður af sjálfum sér hvað þeir eru bara komedía fyrst, svart svo og meðan Breaking Bad var drama eitthvað svart komedí og smá auka finni en mér líður bara eins og hann sé betri í svona obskúr eitthvað svona finni en meina, þeir eru mikið meira punch þú veist maður sér það í 2 seríum finnst mér mikið svona jafn mikið brussulega, sögulega fyndið allt og í nokkrum seríum ég Breaking Bad en ég horfði á eitt Breaking Bad þáttum daginn og ég náttúrulega bara svona ég fríkaði út því þetta er alveg magna þættir. Ég horfði á allar Breaking Bad þættina bara núna daginn eftir bara í ágúst og mér fannst það svo skrítið þegar ég var að horfa á þá ég bara ekkert spennandi. Jú, alveg bara með þess að frábæri þettir en þá skilur og ég get alveg horfa á það bara augun einn skilur og ekkert mál
En svo, þú veist, ég var að horfa á þegar vorum að horfa á komin á 50 seríu. Já. Ég mundi ekki eftir nein úr henni. Nei. Og, eða, þú veist, jú, það var alveg svona stöku svona, já, hana Já, þú veist, það er náttúrulega stæstu atriðin mann stöðut eftir. Já, en mér finnst sko ég hefði eiginlega viljað alternative ending á Breaking Bad, eða þú veist, ekki alternative ending, en ég hefði bara viljað eitthvað ég hefði viljað eitthvað annað. Eins og, eða, hvað? Ég veit ekkert hvað. Nei, ok. Ég veit ekkert hvað ég hefði viljað annað. Ég bara veit að ég hefði verið meira satisfied með einhverju aðra útkomu. Aha. Já, ég veit að ég, þú veist, og þá er ég ekki að tala um, þá er ég bara að tala um að í, þú veist, þriðju seríu mögulega eða farið einhverju aðra leiðskilur eða endað einhvern veginn allt öðru sig. Ekki bara að það ekki gerst eitthvað annars í 50 seríu skilur. Mér finnst þetta svo frábært sko hvaðan hérna Bryan Cranston er alltaf bara fucking geðveikur í þessu sko. Fullkomið hlutur fyrir hann. Hann er bara, Þetta sér maður að tappar inn í eitthvað sem eitthvað persónlegt sko. Mér fannst endurinn auðvitað lokullu mjög fallega að horfa á Jesse Pinkman berja stýri sitt í klessu grátandi er bara já, eitt það mest satisfying sem ég já. séð ever. Hann að deyja það sem hann elskar að gera eitthvað Baby Blue eitthvað, en jú, ég skil alveg hvað meinar, en mér fannst endurinn ógeðslega góður. Já. Mér fannst það ógeðslega vel gert. Þú veist, fyrir þetta scenaríu var þessi endir fullkomlega gerður í rauninni. Já. En ég veit það ekki. Mér fannst það enda sumt eins og hann hafi verið upp í bústað í einhvern tíma, fannst mér bínu svona eitthvað. Já, sem mér fannst allt það dæmi eitthvað gallað, ég veit ekki. Já, nei ég er að muna það núna að með þessa allir peningar hans var eitthvað búnir eða ég var ekki eitthvað anskotan og hann var upp í bústað. Nei, þú veist, hann átt allan peningin en hann bara gæti ekki gert neitt. Já, sem er ógeðslega, hann gæti ekki sendt neinu peningi, þetta var bara svona dæmisaga, hann var með kassa full af pappírum sem eru peningar. Og það þjónaði þeim tilgangi að sína okkur það. Mér finnst bara svo skrítið því að hann er sendur í svona hreinsun. Já, af nafninu sínu þar að segja. Já, sem er geðveikt þegar það er gert í bara svona myndum og sögum og í raunveruleikanum örgulega líka. Já. Mér finnst það svo cool concept að þú getur bara svona eins og í witness protection dæmi og svona, bara svona ert eitthvað annar en þú ert, skilur. En svo er það svo skrítið að þegar við fylgjum honum allan tíman. Þú veist, ég veit ekki hvort að mögulega hefur verið meira satisfying að hann hefði farið í þetta dæmi, svo hefði bara fylgt eftir fólkinans eða þú veist, Walter Jr. eða í einhverja 2 þætti, skiluru, og svo myndi hann koma aftur, skiluru, hann að serían byrjaði á því að hann var að fá sér egg og bacon á afmælinu sínu árið seinna. Já. Minnst allt svona deliver á pre-post scenarióm og náttúrulega bara character development sem er ekki sýnt. Já. Og náttúrulega allt þetta að hann sé að taka einhver svona kennileiti af fólki sem dreipur, bara brjálað. Litabreitingar, alls konar svona subtle í stóru samhenginu dót.
bara, mér finnst það svo fyndið. já, Ég man ekki hver það var einhver að kennurinn hjá Láru sem að sagði að honum að fundist Aron sem leikur Jesse Pinkman já, hafi fundist hann ömurlegur í þessu hlutverki og Lára bara svona þú veist, það var svona leiklistakennari minni með eitthvað sem sagði þetta já, og varum eitthvað ástæði eftir því það? já, þú veist, hann sagði eitthvað, ég man ekki hvað hann sagði allavega en ég, þegar ég horfði aftur á Breaking Bad Já, að því að Lára var að segja þetta, hún svona bara svona, já, hann sagði hún finnst það fucking ömulegur og ég bara svona djúlega hefur að vera að miskilja hann hefur bara hort á þetta og hann hefur bara verið að miskilja hann hefur verið að miskilja lélegan leik sem ótrúlega góðan leik eða þú veist að því að hann sagði að hann var ekki að lélegu leikar í gaurinn já, og ég bara svona nei, þér finnst bara karakterinn Jesse Pinkman vera ótrúveruleg eða þú veist, eitthvað sem hann já, alveg örglega já, en að hann hafi leikið hann illa er mesta bullshit sem ég hef heyrt algjört kjátaði. hann leikur þetta svo fucking Hann vel leik þetta nógu vel til að vera ekki drepin í seríunni. Hann átti að vera drepin í fyrstu seríu, veit það? ha, Vissu það ekki? Upprunnilega var hann skrifað bara í fyrstu seríunni, sko. Hann var bara pennaður inn í fyrstu seríunni og síðan byrjaði hann að leika og hann bara svona guð minn almáttugur. í alvöru Jóp. Sem, þetta er náttúrulega galið, sko. ég kaupi það ekki sko ég held að hann hafi bara sagt það Já, veist, ok, hugsaði samt aðeins. Þú skrifar Jesse Pinkman eitthvað, þú veist, ef þú hugsaði þessu út í hann samt eitthvað gauðir sem hann kendi í hás eitthvað framhaldsskóla byrja að kúka með honum, það er ekkert skrítið að hann myndi drepast. En hugsa ef að handritið var skrifað ef hann hefur ekki rídraftað handritið eftir að hann komst að hann var góður leikari þá finnst mér fyrsta sería ekki mega neitt sem að myndi deginni ef hún væri skrifið eins og hún er að því að mér finnst þessi tenging að hann hafi verið kennarinn hans og þú veist svo er hann að kenna honum og hann er að kenna honum þú veist mér finnst það allt dæmi skilur og líka það að þú veist mér finnst svona þörfin af hver öðrum til að byrja með vera of mikil til að hann myndi bara deyja og hvað En þú veist, það átti einhver annar að taka við eitthvað en ég skildi ekki ég alveg. meina það hefur pottit verið eitthvað early draft á handriti bara Já, hlýtur það. þetta er glætan að það hefur verið bara eitthvað loka draft á handriti þau að byrja að skjóta bara svona nei, það er bara fuck nei Já, það er bara lélegt bara já, eða, þú veist, það er bara ógeðslega lélegt já. en þú veist að því að hann er búin að taka hann velur væntanlega fólk hann er búin að taka því pröfu og Já, hann er bara já, svona, já. hei þú gauður, þú leikur hann að krakkadjöfulinn hann Brána, gæt, þú er ekki góður leikari maður. sem er síðan bara svona aðal karakterinn Aðal, sko, hann ítir svo mikið plottin áfram á sem fucking brjálaslega mörguleiti. er minna allar seríunar snúast Jesse Pinkman að einhver leiti Nei, sko, þetta, býtu, vá, ef ég manna þetta rétt, þá var, nei, annari seríu eða eitthvað, hann átti að deyja í staðin fyrir kærustunars. Sem sagt, hann átti að koma að honum deyjandi og ekki gera neitt í því. já, Það átti að vera, sem er alveg svona fair en samt svo mikið fucking betra
Aðanlega við kærastan að segja. Já, ég meina, mér finnst ótrúlegt að hann hafi ekki séð það frekar, Já, nákvæmlega. af því að svo kemur það náttúrulega bara í fjórðu seríu. Er það ekki fjórðu? Ég var í endanum fjórðu seríu, bara í síðasta þættinum. Þá segir hann að hann hafi hort á hann að deyja. Já. Mér finnst líka bara svona, ég veit ekki, mér finnst þetta eru frábæri þættir sko. Og það er ekkert kjaftaði, skilur, að það segja allir Breaking Bad eru geðveikir þættir og það er bara rétt. Af því að stundum segir fólk 13 Reasons er geðveikir þættir og ég bara trúi ekki. Við skulum bara ekkert byrja að tala um það. Ég hef ekki hort á það sko. Nei, ég horfði á það og ég bara svona ok, það er eitt mjög stórt vandamál. Ok, lefum bara að segja þetta. Við erum saman á því að spála ykkur. Það er mikið drullu saman. Spóla fyrir mér, ég veit ekki um Já, þetta. þú veist, ok, þetta er stelpa fremur sjálfsmorð, skilur eftir 13 ástæður á kassettu af hverju hún draf sig. Hljómar frekar gúl hugmynd, eða þú veist, finnst mér, og það er ástæðan fyrir ég horfa á þetta því þetta hljómaði svo gúl hugmynd. Besti vinnurinnar fær teipið í hendur. Þetta er sérst, já, núna færð þú ástæðan nummer 1 bla 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 og fer upp til einhverja mannsku og síðan endar þetta á að segja núna átt þú að fara með þetta til þessara mannsku, þú veist, ok. Pay it forward, eitthvað svona. Já. Hann er nummer 12 á teipinu og veist hvað hún segir? Djók, þú gerði þetta ekki neitt. Hún sem sagt lét besta vin sinn halda í gegnum 12 manns að hann hafi verið ástæðan fyrir hann að drepið sig og síðan er hann bara eitthvað djók. Og by the way margt við þetta að fyrir utan að þetta er mjög fucking undarlega skrifað þá sérst voru það þá sérstendur eða framleiðendur eða eitthvað höfðu sérst samband við svona sálfræðinga og svona hvernig er best að höndla þetta mál af því þetta er sjálfsmorð og úlingar. Já. Og þeir spyrja hvað eigum við ekki að gera og það er til bara svona listi á netinu frá þeim. Já. Og þeir brjóta hverja einustu reglu að þeir sína sjálfsmorðið, þeir sína stelpuna að drepa sjálfan sig. But why? Og þeir gera þetta út eins og lausn. Þeir gera þetta út sem já, að þetta sé þú veist að sjálfsmorð sé valið útgönguleið bara með því að þetta sé til. Eða þú veist, ég meina fyrir utan að þetta bara að þetta sé til er gefur þetta út að þetta sé ástæða og ég meina þessar 13 ástæður eru bara afsaki mig en það eru bara algjört fucking kjaftaði. Þetta er bara eitthvað svona að þú horfir á mig skringilega. Ok, og síðan er stund að eitthvað svona hei, þú hjálpaðir ekki til, þú sást að ég var í eitthvað, og ég svona ok, ein ástæðan er eitthvað gaur fucking nöðgæðinni. Já, fuck já, það er what the fuck, auðvitað. En sumt er bara eitthvað svona þú skrifaði nafni mitt villust á Starbucks, hérna er teipið þitt. Þetta er bara eitthvað svona þú veist en þú veist bara að þessi þættir séu til eru að gera út fyrir að valda ástæðu algjörlega finnst mér ég veit ekki að fyrir að byrja að tala svona mikið þessa þætti að því að ég var bara að minnast á þetta því að ég vissi að þetta væri örglega ekki góð þættir en allir er að segja þessu góð þættir. Já, þetta er bara svona, þetta er svona Rivendale eða eitthvað, hvað er Riverdale? Já. Eitthvað svona, hei, þetta er svona Twin Peaks og Friends. Fuck ykkur. Ég ætla að ná með einn bjór. Já, ok.
Ok, ég er að fara yfir ástæðunar Já einhver gaur sér að það er nektarmyndafinni eða þú veist, ekki nektarmyndafinni, einhvern uppskört myndafinni ok, það er fucking ömulegt Justin, þú ert fucking dick og ert bara gladaður einhver gaur sem hann væri með flottan rass Damn him. um, Damn him right in the dick. það er ok, það er ekki ástæðan, sorry eða þú veist, jú Jú. Er það ekki ástæðan? jú, þú veist, það er eitthvað gaur sem gerði lista yfir eitthvað svona stelpan með flottasta dörr Og hann bara svona þurfa að lifa með það og hún hefði drepið svolítið. já, þú veist já, gaurinn sem skrifaði listan er líka ástæða einhver gaur tekur myndir af henni bara svona úr fjarska og það er úkslega mikið creep já, já, já sko, Dóttir, vil þú líka bjór? hann náttúrulega vill ekkert svara Það vildi ekki bjór. sko fyrir utan það að sko það kom út rannsóknarblað að Sem sagði að það var umleið. nei, að krakkar leituðu Að krakkar. leituðu 26% meira af how to commit suicide sem er Eftir þess að þetta. já og þú veist Sko, ég held bara að stundum fatti sumir ekki neitt. Ég veist bara svona. nei, ég veist, ég veit þú veist, þetta er verið að tala um hérna portraying suicide, skilur já, vissir það Selena Gomez framleitist að þetta Já. Já, þú veist. Ég vissi það ekki en ég meina hún áreglega pening til þess. en já, þeir gáðu þérna bara að lista bara svona, hei, allir sem horfa á þetta hérna er allt sem við sögðum þeim en þeir hlustuðu ekki bara it's important to know that in spite of portrayal of a serious treatment failure in 13 Reasons Why there are many treatment options skilurðu, bara svona það er ekki, það er annað það er gert þetta út eins og hún hafi engan annan kost, ok auðvitað líður mörgum þannig en það er bara ekki rétt það er bara svoleiðis en það ítir líka undir að þetta sé bara valið hlutur bara Sko- valið leið til að gera Þetta er eins og
í myndinni Nú er Albinói hann er að lesa textan Já, hengdu þig eða hengdu þig ekki þú viðrast kostakja já, svolítið svona þannig þú veist það eru þú hefur tvo valkosti í rauninni annarkvort hengir þig eða þú hengir þig ekki þú veist já. það er mjög skrítið að setja það fram í seríu sem að það sé eina leiðin sé að Já, líka bara það er væntalega hún draf sig eða þú veist, hún er búin að drepa sig það er líka svolítið bara að hún kennir öðrum Þú veist, þetta er líka bara svona, þetta getur svona heimst fólk sem að var að gera eitthvað sem þau heldu að vera eitthvað allt annað Já, þau heldu að þau var að hjálpa fólki en þau voru bara í rauninni að hjálpa mögulega ykkur að ákveða að þau ætla að drepa sig og bara, já, þetta getur mögulega verið einhverjum öðrum að kenna Já, bara fyrir það að námsráðgjafinn í þáttunum er mjög dismissive og svörin hann við þegar hún talar sjálfsmorð eru bara vitlaus og ræðileg og það bara lætur lítið út fyrir að námsráðgjafar og ráðgjafar yfir höfuð fá einhvers konar ekki neins konar þjálfun í þessum málum það er semst ekki tekið fram að þetta sé vitlaust hjá henni og ég meina það er svolítið góð punktur að segja að þegar þú deyrð þá verður ekki gert bíómynd út frá þér þú færð ekki fólk til að tala meira um þig Já. ok, að skilja eftir skilaboð handan grafurinnar er ekki það er ekki að fara að gerast það kemur þér ekki neitt við það kemur þér bara ekki við af því þú ert dauður og líklegast ekki að fara þú ert ekki að fara að græða því ég meina það er ekki að fara að vera eitthvað svona ef að vinur minn myndi drepa sig og myndi láta mig fá eitthvað svona pay it forward kasseturugl glætan já að maður myndi eitthvað honora það og líka það er svolítið sem gera í þáttunum það er svona þetta er mikið svona hvernig þáttarstjórnir halda að úrlingar láti yfir hlutunum þau eru að taka selfie með skápnum hennar og eitthvað shit og setja blóm fyrir utan skápinu ok en og þetta er eitthvað svona gera þetta eitthvað romantíst já þú veist þetta, it isn't man og þetta er eitthvað svona hún var eða, veist, nei þessi þættir að segja hún var nógu sterk til að drepa sig nei veist skilurðu ok það nauðgæði einhver og hún var nógu sterk til að drepa sig ekki hún var nógu sterk til að horfast í augu við það og komast yfir það þeir eru samt gera það hún var nógu sterk til að bara svona já mér þykir nógu vænt þetta greinilega til að enda mitt eigi líf sem er algjör þversögn í sjálfur sér að því að svo feysar hún það eftir að hún deyr eða þú veist og það er gert út fyrir að þetta sé bara gert eðlilegur hlutur eða þú veist að þetta er fucked up, þetta er allt Selinu Gómez að kenna að því hún bröt úr sér þessa mynd bara, þú veist líka eitthvað svona erðu, dreifum bara og ég meina það er samt það versta við það er að segja þetta er af því að það er það sem fólk hugsar fólk sem er þunglítið hugsa það bara já. Ég dreif mig bara ég meina, ég þekki það ég bara svona, já, þá dreif ég mig bara og þú veist það er ástæðan fyrir að fólk gera það er að því það er ekki flókið
þetta er já, þú ert ekki eitthvað, en hvað er, þú ert bara, já, ok, ég dreymir bara og Það hættið að sína það já, eins og það sé bara eitthvað eðlilegt. já, nákvæmlega ég er alveg sammála því það er mjög þú veist, að því ég held að maður hugsa ekki ef þú ert að hugsa en ef ég dreif mig hvað þá þetta þá ert ekki fara Nei, þá ert ekki manneski sem er að hugsa nákvæmlega já, en þú veist, að því að manneski sem er að hugsa ég ætla að dreif mig, er að hugsa já, þú veist, hérna endar þetta já, þetta er líka bara þú veist, honestly í endan þá er þetta ekkert, þú ert ekkert að pæla, þú ert bara eitthvað auðvitað ég meina þú veist og ég meina ekki manneskja sem er actually að fara að fremja sjálfsmorð þá er ég meina manneskja sem er ekki bara mögulega að fara að fremja sjálfsmorð af því að eitthvað svona eitthvað svona heima þessu eitthvað svona ætti ég að taka þessa pillur eitthvað svona bara manneskja sem er búin að ákveða að drepa sig það er bara fá mig pillur eða já, hérna hengja mig lalala, þú veist það er svona, það er ekki eitthvað svona oh my god já, þú veist, en ef ég en hvað er já, nei en ég bara segja að því þú veist, bara svona honestly þú veist bókstaflega þekki þetta alveg svona bókstaflega þekki þetta bara nákvæmlega þessu auksun bara svona já, ég geri það bara en náttúrulega ákvað já, væntanlega er ég hér svo en ég veit alveg ég bara einhvern veginn gerir á fyrir að allir hafi einhvern tímann hugsað þetta því að ég hef sjálfur hugsað þetta já, bara þegar maður er svona komin á mjög óþægilegan stað og líður illa þá bara svona þú veist en þú hugsar þá verður þetta einhvern veginn svona valid option en þú hugsar þetta samt ekki út að einhver gerði þetta nei ég hugsa ekki, ég gera það saman á Kalli nei, skilur þú hvað við já, en þannig eru það að gefa þess scapegoat já, þannig er að gera eitthvað svona já, ég geri það Blóraböggur. bara því að- þú veist, já þú veist, hún gerði það og þú veist, ég meina, það er ógslag heimskulegt að segja það eitthvað, hún gerði það en ef þú ert komin þangað eða þú ert komin í að fara bara að hugsa um að drepa þig þá er þetta alveg nógu ástæða sko já, þú bara svona finnur einhverja ástæðu þess já, en þú veist, ég bara þú þarft ekki að hafa síðast að þetta það er málið því tilvist þeirra er vandamál sko Lára sagði mér eitthvað hún horfði á svo þetta, hún sagði mér eitthvað frá þeim ég honestly hafði ekki hugmynd um hvað þetta var þegar ég myndist á aðan já, ég hafði ekki hugmynd um þetta var eitthvað um sjálfmál eða neitt sko nei en ég er mjög ánur að hafa minnst á hann núna af því að ég vissi ekki að þetta væri svona fucked up þættir eða þú veist Nei, þú veist bara þú veist, þetta er yfirskriftin sem ég er að tala um sko ég Já, já. er að tala um yfirskriftin, ég er ekki að tala um efni þáttarins hérna en bara ég horfði á þetta þú veist vitandi það sem ég veit og ég bara svona og þú veist, það er gott af þessu leiti að vita hvað einhverjum þú veist, þú getur sett í skó einhvers skilur við já, en það gefur þig líka þann möguleika að setja í skó einhvers og hugsa hvað með fólki sem er þarna skilur að geta gert það er náttúrulega bara þú veist besta sem við höfum í rauninni upp á mannlega samskipt að gera það er svona besta sem við höfum að geta sett okkur í spór annara en bara svona fuck my life þetta er svo svona bara þú veist
ég er búin að reyna að redda þú veist, sálfræðingi eða eitthvað, eða fara til geðlæknis og það er bara ekki hægt það er bara ekki hægt það er bara eitthvað svona veggur sem þarf að klífa og ég hugsa alltaf fuck þú veist, ég geta minnst okkur reynda, ég bara hugsa fólki sem ekki einu sinni getur ekki farið út úr húsinu fuck þetta er hræðileg tilhugsun þetta er bara hræðileg tilhugsun hræðileg sko meira þess að þó að ég hafi ekki á neinum tímpúti í rauninni hugsað að fara að leita með hjálp á sálfræðingi þá samt skil ég þetta algjörlega já bara... og ég bara, þú veist ég hugsa á einhverjum tímpúti eitthvað svona kannski væri fínt að tala við sálfræðing og svo bara svona hvernig ger ég það? honestly og ég bara svona þetta af hverju veit ég ekki hvernig maður gera það er einmitt það sem ég er að segja af hverju veit maður ekki hvernig maður bara svona fótar sig í því að fara að tala við sálfræðing þetta er einmitt það sem ég er að segja þú veist í svona ég stundum því ég var að gera þetta þú veist í Breitlandi, Nóri og Íslandi ég hef gert það á 3 stöðum og en þá ekki komið með neitt að leita þeirra sálfræðingi að leita þeirra sálfræðingi og þú veist ekki að reyna að drepa það á þessum stöðum nei, fyrir ekki eða það hljómaði pínu hann já, sorry geðlækni eða sálfræðingi eða eitthvað og þú veist og ég seti mig í spór einhver sem er bara svona er svona guð minn góður ég verða að gera eitthvað skilur hvað ok, þú ringir einhvert og sér sem ég gerði ég svona fór til námsrakið og bara svona herðu, ég vil þetta herðu, já, ok ég sendi meðmæli þangað til heimilislæknis eitthvað ok og heimilislæknis sendir honum þetta sem tók ógeðslega langa tíma svo endar á einhverju svona stuð mætti maður að segja og bara herðu, hérna þú verður tíma í september eftir 6 mánuði og ég bara eitthvað ok ég drep mig bara já, veistu einhver hugsar það ég drep mig bara nei, þú veist af hverju ekki af hverju ekki bara eða þú veist 6 mánuðir af þessu gangi þér vel af því að ég veit það alveg að því ég hef búin að fara í sálfræði eða læra sálfræði og eitthvað svona dót skilur í þó að það er bara framhaldsskólastíð og svona en ég veit það alveg að það er alltaf talað um það að þegar þú ert í niðursveiflu í þunglindi þá sérðu þú veist, þegar þú ert í þessari sveiflu þá sérðu aldrei hingað nei, þú sérðu ekki handan gelsins skilur þú getur ekki upplifað eða, þú getur ekki ímyndað þér hvernig þér líður vel nei, það er nákvæm fuckinglega ég verð samt að minnast að það er bara ferskar fíkjur hvaða rugl er þetta? Þetta er bara villsa það er geitosturinn í skap hefur aldrei fengið geitostur jú, mér bara er alveg sama er það góðar? Ég hef borðað alla minna ævi fíkjur, svona þurrkaðar fíkjur gráfíkjur mér finnst það ógeð mér finnst fíkjur bara áferðin mér finnst bræðið skrítið og mér finnst ógeðslega óþægilegt bara svona að hafa þær upp í mér og ekki góðar kæru hlustendur ekki framhjálpsmál já, í alveg borðiði fíkjur fáðu ykkur fyrir eitthvað ferskar fíkjur nei, ég meina þetta bragðast eins og eitthvað svona hlustaðu það oh my god þetta hljómar gott á bragði meðan í mannsand, ég held að 17 já, það er svona go to já það er þetta með fagmenn ég er samt ekki vissum að þessi fagmenn en nei, það er fólk sem til að tala við þau koma þér í sambandi fagmenn en ég hef hringt í 17 einu sinni
það er bara fucking skrítið. Aha. Mér varst það fucking skrítið sko. Eða, veist, ég hef ekki með að tala um fólk, en ég hef bara að tala með einhvern random gaur og ég er svona þetta var nógu ömulegt til að ég þurfti að hringja eitthvað og ég svona En hvernig fer svona símtal fram? hringir og hann bara svona hvað er fyrir þetta? Þetta er bara svona small talk í rauninni en þetta er bara að tala ókunna mannski eða þú veist En núna er ég alveg svona ég er ekki 100% viss en ég er svona nokkuð viss að þetta sé ekki faglegt fólk. Nei, Fólk sem er þetta er fólk sem fyrir gegnum einhvern svona námskeið og er örugglega með einhvers konar flowchart fyrir fram sig ef að manni skal segja þetta svaraði svona Ég er bara að pæla sko er svona manneskja hjá 17 þú veist er hún að fara að hjálpa þér eða þú veist í fyrsta leið ertu að fara að hringa í 17 ef þú ert komin á þennan stað ég bara, þetta er þú veist, í mínu tilfelli var þetta bara svona eitthvað Þú veist, þetta var bara svona já, bara grasping. svona eitthvað til að grípa í já, en það finna ég er að ég hringdi þarna og fáranleikinn af símtalinu bara svona kveikti eitthvað í hausnum á mér já, það bara svona, vá, heimurinn er fáranlegur byrju, ok ég er eða, góður skilur, ég er svona vá, heimurinn er fucking skrítin eða, samtalið mitt við sjálfan mig er jafn skrítið á þetta samtal já, af því ég er lokuð lykkja sem er að tala við sjálfan mig og það meikar ekkert sens ég ætti að fara að tala við einhvern annan og það, þú veist, það er svona örugglega mesta vandamálið við þetta er bara að tala við einhvern annan og fá einhvern svona hvað það er heimskulegt það er svo verið að hugsa já, þetta er svona fucking Andrew Solomon ég bara fæ ekki nóg þessum manni hver er það? Útskýrðu hann er svona hann er rithöfundur bækur eins og Far From The Tree sem er bókum alls konar svona öðruvísi börn dverga, heyrnarlausa samkynniða og bara svona mjög falleg bók skrifaði Noonday Demon sem er þungleiti sko en hann er svo to the point alltaf to the fucking point ógeðslega brjálaða rannsóknir sem hann hefur gert ég myndi bara TED fyrirlestarinn hans eru magnaðir og það er eitt sem hann er að tala um hana í þessum TED fyrirlestri þú veist, hann er að tala um svona hvað samtalið við sjálfa þig er fucking þú veist, þegar það kemur út og fer inn í eyrun á okkur öðrum er þetta bara svona bara svona bítu bítu, ég ætla bara að finna sko, þetta er líka þetta er svo, hann er fyndinn hann er mjög fyndinn já, sko þú veist maður fyrir að bita þessu Doritos já, það er eins langt í burtu frá mér og það var ekki hægt að hafa lengri í burtu frá mér hann segir, þú veist, þegar þunglindur þá er það ekki eins og að sé sett gráa skikkju yfir þig og þú sjáir í gegnum einhvers konar filter skikkju að allt sé slæmt þú hugsar meira að það hafi verið tekið í burt og þetta sé hinn raunverulega heimur og þú sést ekki með þessa góðu
rósa lituðu gleru skiluru og þau hafa verið tekin af skiluru um, Getum við talað um eitthvað annað? já, Ég bara var að fatta að ég aldrei pælt í hlutunum svona og núna þegar ég fór að hugsa um það já, þá bara svona byrjaði ég bara svona að finna fyrir þunglindi. já skil, þetta er samt fyndið þú færð fyndin punchline ef þú vilt kannski hjálpa þér Já. Ok. þú veist, hann er að tala um þunglind fólk sem er mjög delusional hugmyndir hlutina og svona enginn elskar mig og jú, einhvern elskar þig mamma elskar þig þú veist But maybe they're dead. það er mjög auðvelt að svara því en og þá og svo segja það eitthvað eins og það skiptir ekkert máli við degjum með leilan og hvort það er eða eitthvað og það er engin sönn samskipti milli tveggja manna við erum öll föst í okkar eigin líkamum og því áttu að svara það er vissulega satt en við ættum frekar að velta það fyrir okkur hvað með fá okkur í morgumat eða þú veist Já. þetta er svo ógeðslega fyndið það er bara svona við skulum núna hugsa út í hvað að fá okkur í morgumat frekar þú veist eitthvað svona þú veist hann fyndið punkturinn hann er svona Ég meina eina leiðin til að líði ekki svona er að hætta að hugsa svona. já en ég meina þú veist finna þetta er bara svona hei þú veist Líka það, ef allt skiptir ekki máli af hverju þá að pæli þessu? já þú veist nákvæmlega Af hverju þetta ekki bara pæli ykkur öðru? Af hverju þetta ekki bara pæli hvað þetta fara í morgumat? já nákvæmlega ég er náttúrulega lendi í þessu samtali örugglega í svona 4-5 klukkutíma við hann Aðalstein frænda sem átt að vera hérna í þátturinn okkur þar sem hann fór náttúrulega bara eitthvað off the rails En hvað ger hann? ha? Af hverju er hann ekki með ykkur þetta nú? Nei, ég veit það ekki ég veit ekki hvað hann er ekki hérna Ok. hann, ég bara Ég nefnilega hef ekkert heyrt í honum. Þú sagði mér bara að hann hefði verið eitthvað. nei ég þetta endaði allt á góðum nótum Já. engar ágjur, þetta var allt mjög mikla pælingar en bara við varum svona að tala um svona tilvistar heimsbyggi að og ég var svona svolítið að segja með hann að þú veist, þetta er vissulega rétt að þú veist þú sem eining ert í rauninni ekkert en það málið er að þú þarft annað fólk til að endurvarpa sjálfu þeirra af og það er bara fallegast í heimi það er bara það fallegasta sem ég veit að þú ert ef þú stendur út í á einhverju eyðeyju og varpar persónuleikunum út í loftið með engu til að bergmála af þá ert í rauninni ekki neitt og ég meina það hafa margir Nietzsche og Hegel og bla 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 hafa talað með það skilja einhverju heimspekingar en það er fallegi hluturinn er að þú þarft annað fólk til að þú veist, þetta sem við erum eiga núna þetta samtal og það er þú veist, það er best í heimi En þegar við segjum fólki að við séum ekki í sama herbyggi. ekki segja það Ok. það ekki eða þú veist það er þannig og það er svo margt í dag sem við hugsum ekki svona af því Facebook til dæmis er bara þetta, þessi útvörpun Já. og sama hversu margir kommenta bla bla bla, þá er ekkert það er ekki sama skilurðu, Þú ert ekki að fá sama feedbackið nei í rauninni. við erum náttúrulega augljóslega skulum ekki bera saman töluð orð og texta það er augljóslega er ég ekki að tala um það
En mér finnst samt sama þó að þetta sé rétt, þá finnst mér mjög gaman að lesa komment frá okkur á Facebook. Já Það er náttúrulega ekki alltaf gaman að því að sum komment eru motherfuckers. Já. En yfirleitt finnst mér bara svona, En ég posta mynd eitthvað, þú veist, skilur þið eitthvað og já, en sem ég gerir sko, hugsa hans út í að ef við tökum þetta, þetta er svolítið svona sýnilegt það sem ég er að meina. Þú veist að standa á eyði og svona, þú hugsar þetta sem eitthvað svona geislun sem þarnast annara mannesku til að endurpa og breytast þá. Já. Ef þú hugsar út í þetta, þegar við erum að tala um að til dæmis í dag er mikið að tala um að banna orð og banna þetta og þetta, það sem þú ert að gera er að loka þessa hugsun inni. Já. Þú ert ekki að í staðinn fyrir að leyfa þessa hugsun að vera til og varpast af einhverju öðru og þú veist þannig mótana, þá ertu beinskilin að setja gler fucking kúlu eða þú veist gler loki yfir þetta og þannig loka þetta inni og þannig efla þetta upp. Já. Skilurðu? En ég bara please, ég nenni ekki að fara út í fucking microaggression Nei. fucking motherfucking PC kjaftaðis Nei, ruggli. við þurfum ekki pælið því. Ég vil bara Þurfum ekki pælið því af því ég vil bara, það pyrrar mig. já, þú veist, við þurfum það sem annað sem gerir þetta svo fallegt er að því þú veist aftur, svolítið sýnilegt það sem ég er að tala um því hátt settar þú ert í heiminum og svona því meira ertu að geislunfræður og því meira ertu að fara frá þeirum, skilurðu, því meira fólk er að fara Já, því þekktar svona. já, því meira er fólk að fara að nötta yfir þig, skilurðu að öllu leyti, þannig sem eru þetta rétt að stjórnendur heimsins og bla 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 eiga ekki að vera að tala á vissunátt bla bla bla, skiptir ekki máli en það er líka það besta við að vera á Akranesi á Íslandi Já. þú veist, það er ekki þetta er ekki neitt, skilurðu en það er að fallega, skilurðu það er vandamáli með þetta allt er að þetta hljómar alltaf ókslega leiðilega og þunglitt en þetta er bara svo frábært Mér finnst til dæmis bara mér finnst æðislegt að geta hugsað að bara svona ef ég vill þá skiptir þetta drasl mig engu fucking máli nákvæmlega bara, ég get bara ákveðið það bara eins og til dæmis bara Donald Trump skiptir mig engu fucking máli. Skál fyrir því. Leið og þú veist, sprengjur fara að falla þá mögulega svona en maður bara samt ekki þú veist, þetta er eða, veist, það er svo fyndið með þetta. Heru, ég man bara eftir því 2001 11. september þá alveg krakkar í, bara sem með mér í bekk í grunnskóla sem bara fríkuð út þau voru bara fríka út af þess sem var í fréttunum. Þau voru bara þú veist bara að fá panikattack og bara vissi ekki hvert fótinn það stíga. Við erum bara að veist, hvað, 11, 12, 11 ára eða eitthvað bara eitthvað, oh my god, hvað er að gerast hvað er að fucking gangi ég var bara eitthvað I don't know þú veist, og þetta þú veist við getum náttúrulega getur krifja þú getur látið krifja þetta svo mikið krufið þetta
svo ógeðslega mikið af hverju skipta þessi 3000 manns meir en einhver annar, þú veist, heldur að þessi krakka vissu svolítið ekki neitt. Nei, ég er líka að segja það, skilur. Þetta er náttúrulega, sko, mögulega var einhver einn krakki að fríka út og einhver aðrir fóru að fríka út eða einn var að fríka út, skilur, eða eitthvað. En ég veit ekki hvort að það hefur verið ignorance af hálfu einstaklingarna sem voru að fríka út, eða hvort það hefur verið út af því að þau bara hreinlega þekkt eitthvað í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað. Já, svona satt. Bara þekktu einhvern í Bandaríkjunum. Já, þetta menni það, ok, já. Eða bara ættu eitthvað, þú veist, bara eitthvað vinkonuna mömmu býr í New York eða eitthvað, ég veit ekki. En þú veist, þetta er svo svona tvíeggja sverð, þetta skiptir engu máli. Allt skiptir engu máli, nein. Þetta er svo tvíeggja sverð af því það er ógeðslega leiðilegt, en á samtíma er það bara fullkomlega frelsandi. Ég meina, ákveðtu bara hvað skiptir þig máli. Og ég meina, nei, það er svo góður punktur af því að við erum að láta allt og mikið skipta máli. Já, það gerist með öllu social media og öllu þessu dóti. Við erum bara að láta allt skipta máli. Pældi að verðum bara að pæli því að það sé mögulega og vont veður á morgun til að veiða okkur í matinn. Já. Það er bara svona stærsta vandamálið okkar er bara ég kemst ekki út að sjó í fyrramálið, bara að það er vont veður. Ég verð bara að bóla súrtunnunni. Mér finnst svona hugsun líka er eitthvað sem við erum í fyrsta lagi mjög fullkomlega equipped á Íslandi til að geta gert. Og í öðru lagi er bara svo, hún er svo, þetta er svona romantískt, svona eitthvað út í náttúruna bull eitthvað, en það er bara svo satt að þú veist, eins og hann hafði talað minna, ég man ekki alveg hver annan sem er alltaf á dröngum, skilur, og eitthvað annað á Íslandi, pappans Vésteins, hann bara eitthvað, ég minnir það hann sem sagt þetta, það bara Sveinn, þegar ég var krakki þá langaði mig í byssu, hund og bát. Já, það allt bara, þú veist, ég á allt sem ég hef dreymt um. Pældi hvað það er samt gott. Þú veist, ég fæ svona í hjartað alveg svona, vá Maður, pældi hvað það er gott. Shit. Hann bara, þú veist, hann óvitandi tók brjálaðislega spekilega pælingu af því ég er ekki að segja við ættum öll að vera Búdda, skilur, og gefa upp öll material eitthvað hluti, við ættum bara að minnka, þú veist, gera viðráðanlegt, gera lífið viðráðanlegt, af því lífið getur alveg verið fucking viðráðanlegt. Hann gerði lífið viðráðanlegt bara. Hann setti sér það bara að stafni, þú skilur einhvern veginn, bara já, þetta er og bara svona, þetta gerir mig glaðan og ég bara svona, ég fæ alveg bara svona, vá. Ég man ekki eins og hvað mér langaði því okkar ekki. Mér langaði örugglega ekki dýnet. Nei, við erum í sama bát þar að hafa aldrei einhvern veginn eitthvað svona skilur þannig. Ég held ég aldrei, ég man allavega ekki eftir því, geti alveg verið að, þú veist, mamma og pabbi myndi bara svona þegið, þú varst alltaf að fríka út einhverju. En ég man ekki eftir því að hafa nokkuð tíma bara svona, ég verð að fá þetta og bara fara að grenja því ég fekk það ekki eitthvað. Ég veit ekki hvort að börn séu mikið þannig í dag. Ég held bara frekar að foreldrar séu meira, þú veist, að þetta séu foreldrarnir sem eru að gera upp eitthvað sem er ekki til staðar, að gefa þeim ógeðslega mikil hlutum. Já, þú veist, af því að þetta er en hugsa, ímyndað er, þú veist, foreldrar þínir, ok, þú ert kannski, segjum maður sér 30-aldri, foreldrar þínir bara líklega
fengu ekki allt í hendunar á sér. mm. Það er bara miklu meiri líkur á því heldur en ekki. Já. Þau lifa eftir því prinsipi að þú þarft ekki þó að mögulega hafir sko færa því þá þarft ekki. Já. Og þú veist, halda aftur á sér að gefa barninu sínu. Barnið þitt, þeirra sem er þú á 30-aldri, gerir sér grein fyrir því að þau geta útvegar þessu hluti en gera það ekki. Já. Af því að þau lifðu eftir því prinsipi, og þar að leiðandi þegar þú eignast börn þá ert þú á móti þeirri hugsun og þú vilt gefa barninu allt. Þetta er svo fyndið punktur að hefur einhvern tímann pælt í ég held að bókstaflega Andrew Solomon skrifaði þetta. Hann sagði við viljum að börnin okkar verði alveg eins og við en við viljum ekkert vera eins og foreldrar okkar. Já Þú er pælt í þessu og ég meina svona ég reyndar er ósamanlega auðvitað í okkar stöðu myndi ég alveg segja að það veri ekki rétt. Ég vil mjög gjarnan vera eins og foreldrar mínir. Já, bara og börnin mín verði eins og foreldrar mínir og vonandi eins og ég vona að ég sé eins og foreldrar mínir og þar leiðandi börnin mín verði eins. Já. En þú skilur hvað ég er svo samanleysu af því að ég veit svo mörg tilvik sem eru þannig. Já. Þú veist, bara af krökkum að mínum aldri að ég veit að þau myndu aldrei vilja vera eins og foreldrar sínir en ég veit að þau myndu vilja að börnir eru eins og þau. Já. Það er alveg þetta er mjög valid punktur og mjög góð punktur. Mjög góð punktur. Já, ég sko en ég einhvern veginn það er svo margt með að alveg börn einhvern veginn sem er svona þú veist eins og með okkur og tala um það kubbana sem vorum að fá og eitthvað sem voru ennþá til að bli bústað. Það var best geðveik. í fucking heimi. Ok, pældi í þessu að þú spáir í því krakkar eru náttúrulega með geðveikt ímyndunarafl. Já. Og í rauninni fólk er bara með geðveikt ímyndunarafl yfir höfuð en ímyndað er bara þessi sívalli hlutur sem er svona smá kónóttur með einni skrúu svona endur minna. Þetta er bara svona hlutur. Þetta er mjög mikill hlutur. Þú sem krakki ert bara eitthvað þetta er geimflög. Ég var að fara að segja þetta Já, er geimflög einmitt. eða þetta er fallbyssa eða þetta er hús. Já, í staðin fyrir að gefa krakka hús Þetta er vasaljós. Já, nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. En ef þetta væri geimflög þá er þetta bara geimflög. Já. Mér finnst það en ég held líka, mér líður svolítið eins og uppeldi farið stundum þannig fram að þú sért að ala eitthvað úr barninu. Þú ert að ala barnið úr barninu. Það er bara þannig. Nei, þú ert að ala barn til að vera fullorðin og hvað felur það í sér? Þú ert að hætta þú ert að láta það hætta að vera barn og mér finnst það bara þetta er bara nákvæmlega það sem er að tala um í besta TED fyrirlestri ever. Education. Já, Sir Ken Robinson. Já. Hvað heitir þetta? Schools Kill Creativity. Killing, Schools Kill Creativity. Bara það er svo rétt. En það er ég líka þegar ég hlusta á hana fyrirlestri ég er bara svona já takk Sir Robert. Þetta er ekki Robert. Ken Robinson. Já. held ég hann heiti Ken Robinson. En bara þú veist að temja ímyndrafli á okkur. Það er svo fáránlegt líka. Mér finnst það bara svo svona mannréttindabrot. Ég hef
bara ég hef svo oft verið vitni að því að vera í kringum fólk sem á börn sem eru kannski svona 4 til 6-7 ára. Ég hef tekið eftir þessu líka hjá sjálfu mér þegar ég er í kringum fólk sem á börn og börnin svona segja eitthvað við mig á meðan ég er samræðan við ykkur aðra. Ég veit og þau líti ekki á já, ég veit alveg að það er alveg svona, við erum að tala býttu hunglega ykkur er búin að tala, þú veist, það er eðlilegt mentality að kenna börnum bara kurteisi. En þetta, býttu en þetta eitthvað alltaf þegar barn kemur og segir eitthvað já. Ég er bara alltaf svona bara, hvað segirðu? Af því að ég veit bara að krakkin er að fara að segja eitthvað áhugavert og eða bara eitthvað sem búin að finnst þér áhugavert. já, ég veit að mér finnst það ekki spennandi. Mér finnst alltaf svo spennandi þegar krakkar er að fara að segja eitthvað og líka þegar krakkar er að teikna eitthvað. Já, þetta er bara fucking óreiða. Þessi krakkar eru bara óreiða og ég elska það. Ég meina það er bara það hefur einhvern veginn verið svona að tróða því í box þessar óreiðu og ég þoli það ekki. Já, þú veist bara það er mjög gott dæmi að eitthvað krakki teikna mynd og segir ég var að teikna mynd svona, vá flott ég er. Já, hérna, ég fór í Bónus í gerð en ég sá Guðrún í Bónus eins og það sé áhugavert. Já, þú veist, fuck Guðrún en í staðan fyrir svona segðu mér hans frá þessari mynd börn að útskýra einhverja, þú veist, segjum þetta sé bara svona höfuðfalla, bara svona klessa eitthvað bara svona eitthvað, þú veist, þú sérð alveg þetta já, þú veist, hún er að tegna líklega einhverja mannesku, einhverja veru, þú veist 2 litir hérna, þú veist, þú getur alveg að analysa þetta á einhvern hátt, en byttu krakkanum að útskýra myndina og maður er bara, maður verður amazed þegar krakkar frá að útskýra eitthvað svona og maður bara já þetta er sem sagt geimflugu íkorni já í sundból. Já, en þú veist þetta er svona þetta er fucking quote sem ég glimti eftir Picasso, hann sagði það tók mig 4 ára mál eins og Rafael en það tók mig lífstíða mál eins og Pann. Það bara segir mjög margt finnst mér, en sko mér finnst annað, ég heyrði einu svona hérna þetta er bara þessi maður ekki rektor hérna, skólastjórinn í háskólanum í Plymouth. Já, hann Andrew heitir hann er rithöfundur og hann er rosalega þetta er svona eitt af fáskiptunum sem einhver er mjög dramatískur þegar hann talar, en það er bara svona bara svona hvernig hann orðar hlutina, bara svona þið eru að koma frá öðrum löndum og þið eru að færa mér sjóndeildarhringinn og ég bara eitthvað fuck my life. Hann er bara ógeðslega velmæltur ógeðslega gaman að hlusta á hann því hann er svo velmæltur, en hann var að tala um að þau eru að gera skóla sem er bara listaskóli barnaskóli sem er bara listaskóli þau eru bara að gera það þarna. Já. Og í sko fátækustu hverfunum eru það að gera þetta og hann var að segja að hann heyrði krakka segja sögu áslutu og hann bara svona hann vissi ekki hvað hann að gera það því og ég skil alveg af því þetta var svo ógeðslega fallegt og það eru þú voru að kenna hann að elda eða einhvern veginn það lítur að vera það
en hann var svona hann var að reyna að kenna því börnum að elda sjálf af því það margt sem þú getur lært að því ég áttur að segja þess að séu mjög astnarlega en einhver strákur sem elskaði svona fish sticks alltaf frostna What is he, a gay fish? já, nákvæmlega þú veist Já, alltaf frostna af því þetta var mjög fátækur fjölskylda skilur en hann lærði svo að þú veist, hann spurði svo mömmu sína bara, þú veist, getur við gert þetta sjálf og svo þau getið fisk og rasp og gerði þetta sjálf þú veist, saman að elda þú veist, kona með 5 vinnur og eitthvað og mamma hans var líka bara svona talaði við hann bara svona guð minn góður þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta var bara eitthvað ógeðslega skrítið af því við gerðum eitthvað saman það er ógeðslega heilbrigt hann er að skapa hann er að læra og eitthvað og hún bara svona, þetta er bara eitthvað að taka þú veist og þetta er svolítið, þetta er alveg nei, þetta er sama og við varum að tala um í staðin fyrir að fá Barbie-hús þá færðu kubb já, og kubburinn getur verið hvað sem er og ég meina, í staðin fyrir að fá frosna fiskipinna þá gera það sjálfur og þetta er sko, eftir ég hann sagði það mér þá hugsaði ég bara, þetta er nákvæmlega það sem ég ætla að kenna börnunum ef þau vilja fá sér fucking hamborgara gerið þá hamborgara gerið þá hamborgara þetta er hann að var líka að tala um þetta í Cooked já, nákvæmlega bara, þú veist, gerðu það bara sjálfur borða eins mikið af fucking fast food og vilt, bara gerðu það sjálfur og þú munt fá betri mat þú munt fá hollari mat og þú munt læra að meta hráefnið og þú munt fá þú munt meta það sem þú ert að setja hann í þig og það ég þoli bara ekki að þau eru að segja þetta nei og það er þetta er yfirferst alveg það sama með Barbie-húsin sko já, af því þú ert ekki að meta neitt því það er engin það þú ert engin, ekki að skapa þetta er skapað fyrir þig já, og við verðum að snú þessu við skilur já, við verðum bara að snú þessu við einhvern veginn og ég meina bara þú veist með böndunum okkar er þetta svo mikið en ég þú veist honestly bara þetta er svo og einhvern veginn þessi eina saga þarna bara af þessu að krakkanum var allt í einu í skóla sagt þú getur gert eitthvað sjálfur mér finnst bara ef ég kóta aftur hérna Ken Robinson ég kóta hendur ekkert á hann bara ef ég tala aftur hann menni þá segir hann hérna að tala um stelpuna sem að fóru þannig held að hún væri ofvirk eða veist, með aðteklisprestu ofvirk og sendur hann til sálfræðings af því hún gæti ekki setja kýr og eitthvað dælulega hún fór hann í herbyggi og sálfræðingarinn satt í 2 mínútur og horfði á hana og sagði síðan það er ekkert að henni hún er bara dansari maður bara svona já ég bara tárast við að hugsa þetta já bara geðvikt bara, já, nei það er ekkert að barninu af því að hún ætlar ekki að vera starffræðikennari nei, ég meina, hvað er að af því að hún ætlar ekki að vera iðnaðarmaður eða eitthvað, skilur eða, nei, ég meina, hvað er það? Hvað í fokkanum er það? Hvað er þetta? Hvað þú veist við erum alltaf bara að kenna sko, já, ég veit það, skólakerfi sem er byggt á bara iðnbyltingunni bara við verðum að fá fólk sem getur gert þessi störf en af hverju er bara verið að þú veist
Hún er bara að dansa, já nákvæmlega. Þetta er svo fucking, þetta er svo ógeðslega einföld og falleg saga sem er að rýna í svo ógeðslega mikið. Já. Þetta er bara svona nei, þið bara nei þið, það er ekkert að henni. Nei, það er eitthvað að ykkur. Já, það er eitthvað að ykkur og það er eitthvað að þessu öllu saman. Hún er bara dansari. Þið eru fáiðar. Já, veist, þið þú veist, square hole round peg, skilur bara En svo er sko geggjað að hún fór síðan og var bara svona Master of the Royal Ballet þessi gæla. já, nákvæmlega. Og hvað ætlum við bara að banna það? Eða, veist, ég skil ekki. Og sérstaklega í dag það er allt fucking sjálfbært, sorry. Já. Við erum komin þangað að við erum með nóg. Við erum með fucking nóg. Ég veit, það var að það var að tala með því útdarpinu eða eitthvað. Ég allavega var að hlusta á eitthvað svona að tala Við höfum aldrei verið með meira. Já, það var að tala um að næsta skref í mannkynssögunni væri að mannfólk geti farið að einbeita sér að svona andlegri þú veist já, þú veist, hlutum inn á við og geti farið að einbeita sér að að efla sjálfan sig, þú veist, að teikna, mála, búti tónlist, whatever. En það sem er að það er ótrúlega mikið af fólki sem að sætta sig ekki við þetta. Náttúrulega í fyrsta lagi er fullt af fólki sem að bara svona allar vélarnar að taka störfin okkar. Flott. Já. Frábært. Já, en pælingin þar er samt svo að öll þessi big corps big corporation, þú veist, félög sem eiga 20 stór risafyrirtæki, þú veist, þú ert ekki að fara að fá pening á þeim. Nei. Þú ert ekki að fara, þú veist, þeir eru að fara, þú veist, þessi þróun verður ótrúlega harsh áður en að vera góð. Af því að þetta þarf að vera, þetta verður mjög brútal svona unnatural selection, að leið að fólk hættir að vinna og hættir að kaupa það sem verður að framleiða, þá, þú veist, er fátækasta fólki sem fíkur fyrst. Já. Fólki sem á eitthvað pening, þú veist, það getur haldið að fara með að kaupa þó það sé ekki með vinnu. Svo bara svona hægt og rólega þetta svona, já, ok, það er allir búin með peningi sinn, það getur enginn keypt þetta stöf. Fólk verður bara að fá að borða eða eitthvað, skilur, ég veit ekki hvernig það verður hugsað, en það er það sem ég er að hugsa þegar ég heyri svona, það verður allt sjálfbært, það verður frábært, en nei, það er ennþá fucking gráðugt lið sem að vera, já, hvað vilja... það sé að hverfa? Nei, þú veist, það er ekki að fara að hverfa, það er málið. já, þess vegna verður þetta ekki gott strax. nei, þetta verður mjög hræðilegt áður en það verður gott. Ég samt bara, því ég heyri, róbótar að taka yfir, geðveikt. Já, það er það sem við viljum. já, það sem ég hugsa er bara Nei, veist, ok, vinnuslys. hugsa róbótar að taka yfir, það er ekki svo þeir séu að framfara fyrir sjálfan sig, þeir eru róbótar. Eina vinnan þeirra er í okkar þágu. Já, skilur, þetta er svo brengluð hugsun einhvern veginn, og þú veist ég meina þetta er svona, ég myndi þetta sem svona lagköku sem er með vanilukremi, súkkulaðkremi og svo sultu
þú veist, ég veit ekkert hvað er fram með þetta. Ég var búin að hugsa þetta get en svo Já, bara, en sko ég líka bara, þú veist, talandi allt þetta mér að koma mjög óþægilega hugsun fram. Tökum sem mjög smátt dæmi. Segjum allar Disney myndir síðan 1990 og segja 20 myndir. Ok, allar þær fleiri, já, ok, 30 myndir, whatever, eitthvað, þetta er bara sýnidæmi. Allar þær 30 myndir voru markaðsettar einhvern veginn. Já, Mega sense. væntanlega. Og þú ert með bolla, bóli, símahulstur, fartöluhulstur, plakött, fyrir utan miðana í bíó, bla 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 bla. Jara, fullt af Jara. Hefurðu pælt í hvað er mikið af stöffi? Já, bara sem er. Sem, nei, þú veist, það Þannig er að Herkules brúsanir þessir, Bíddu, ok, sko. Lóða brúsanir. Nei, ok, betra dæmi. Já. Herkules. Bara Herkules. Já. Herkules bollar, Herkules bólir, Herkules vassbrúsanir, Ég Herkules. heldur þetta að Herkules hafa verið svona extremely mikið markasætt. Já, ok. En það er, já. Herkules, tölvuleikir, bla bla bla, eitthvað, bla, skilur við. Svo ertu með bootleg Herkules, allt þetta sem við höfum talið upp í Kína. Þú ert með einhverja svona variation deviant art útgáfur af því, bólir, peysur, tumbler, eitthvað bull. Þetta er allt til. Það var til búð í Reykjavík sem seldi bara frozen vörur. Já. Þetta dót er Þetta dót er til. Það er ekki eins og þessi endurprentað sem eitthvað annað. Og þetta er Það er ekki eitthvað sem safnar saman öllum frozen bakpokunum og breytið í Monster High bakpoka. Nei. Og þessi hugsun er það sem lét mig alveg bara svona guð minn fucking góður, við þurfum að endurvinna. Ok, eða eitthvað, skilur ég bara svona, oh fuck. Og líka það er annað sem ég finnst vanta í þessu Barbie húsadæmi, er að okkur er ekki leyft að komast að einhverju sjálf, og áhrifin eru mikið minni ef við erum ekki mötuð. En vandamáli með þetta er sko, ef þú ímyndar bara það, við áttum Herkules brúsa. Herkules myndin er sko frá Walt Disney, amerísk, framleiðsla og allt það. já, Markaðsetningin væntanlega kemur þaðan, já, frá einhverju framleiðslu stofnun innan Disney. Við búum í hvað á þeim tíma kannski 5.000 manna bæjarfélagi á Íslandi, og við áttum Herkules brúsa. já, Ímyndaðir alla Herkules brúsana. Þetta var reyndar eitthvað svona frá bankanum. bítaringu. Nei, eða þú veist, það býtar engu, en þetta var eitthvað sem við fengum gefins að því við opnum einhvern reikning eða eitthvað, ég veit ekki. En ég fæði sko illt í magan. Já. Og við erum bara að tala um þessa einu lóðabrúsa
sem voru svo lóð í sem laginu. eru einn partur af 1000 hlutum í markaðsetninguna og einni mynd af 1000 Já, þetta er náttúrulega hugsun sem þú getur ekki ímyndaður og þú vilt ekki geta ímyndaður nei, ég af vill því þú myndir kasta upp Já, ég vill Ástæðan. ekki pæla í þessu. nei, en önnur pæling sem er ekkit voðalega skemmtilega er að ok, segjum sem svo og þú takir alla flöskuna hennar endurvinna þær, takir allt lífrænt úrgang, endurvinna hann datara skulum gefa því til að auðvitað þá skulum gefa því stig Já, þú færð 1 grænt stig ok, segjum þú færð 10 grænt stig á ári eða eitthvað, 1000, ok, whatever 1000 grænt stig á ári fyrir að endurvinna allt ok, það er svona hér svona hátt allir er að gera þetta það er svona hálshæð. svona í hálshæð frá, já, þú veist svona 10 cm upp og síðan kemur Þetta er svona 40 cm. já, frá borðinu Þetta er svona 40 cm frá borðinu. ertu heldur að hendi mín sé 40 cm löng? Ertu að segja þetta séu 10 cm? Nei, Þetta er svona 10 cm. já, 10. Þetta er svona 35 cm. nákvæmlega allavega, whatever þú veist, eitthvað svona þú veist, hérna er öll 1000 stíðin fyrir að endurvinna ok, Já, svo kemur hérna fyrirtækið British Petroleum já, í Mexikoflóa og ákveður að skýta í hafið ógeðslega mikið af olíu já. hversu mörg mínustig heldur það sé fyrir heiminn svona 3 miljón eitthvað skilur Já, bara rugl. eitthvað rugl þetta er svolítið leðilegt þetta er svolítið Mér finnst þitt miklu verri hugsun sko, eða svona verri. já, en ég er að segja þótt maður svona, wow, maður vill endurvinna en einhvern veginn er allt þetta svo mikið, það er svo mikið ójafnvægi af því það eru svo stóri hlutir sem er svo auðveldir að gerast skilur En það sem ég skil minnst er Já, ok, það eru alveg nokkur hlutir sem ég skil minnst. En bara í heiminum eitthvað sem ég tók mikið eftir út í Danmörku og hef tekið eftir núna undanfæri hérna já, út í Danmörku, já, þá fer fólk út að labba með hundin sinn. já, Svo er að segjum að þú setur að labba í almenningsgarði með hundin og svo kúkar hundurinn, já, eðlilegasta mál, skilur hundar kúkar hundurinn í grasið við hliðina á trénu og þú eitthvað svona já, hann kúkaði hana og ferð. Svo kemur manneskja sem að sér kúkin já, og þetta er manneskja sem að hugsa helvítis kúkalappin tók ekki upp kúkin sinn, tekur upp kúkin, lífrann úrgang setur hann í plastpoka, bindur fyrir hann og hendur honum aftur og skilur hann eftir. Ég er ekki að fokka í þér. Þetta er ég sá þetta svo mikið út í Danmörku, nei, þú veist út allt, og ég byrja að sjá þetta mikið hérna líka. Fucking plastpokar með lífrænum úrgang já, veist, við erum að tala um að hundakúkur mestalegi svona vika að svona dissolva onni í jörðina bara. eða bara gefa þessu eitt regningadag og þú ert bara búm, skilur Já, og by grasi the- verður by the meira way. by the way hverjum er ekki trullu sama trullu, haha en svona þú veist, þessi hlutur það er svona hlutur sem er
svona 10 cm á breidd, svona 5 cm á hæð, einhvers staðar út í náttúrunni, og það er bara að trufla þig svo mikið að þú ákveður að setja hann í plastpoka. Það sem hann mun vera í að eilífu þess vegna. Já. Þú veist, er fólk að hugsa þetta sé einhvers konar showcase fyrir ílsku manneskunar eða eitthvað? Já. Nei, það eru þetta ekki að hugsa það, en maður fær á tilfinninguna að það sé svolítið það. Annað Já, sem að ég gjörsamlega hata, hvað þá? það er að í einhverjum stöðlum EES eða einhverjum, ég veit ekkert, ég ætla eiginlega að segja ég veit eiginlega ekkert hvað ég er að tala um, en Já. ég veit að þetta er rétt sem ég er að segja, Okay. að mikilvægastu partarnir eru réttir, og það er það að til þess að grænmetið þitt sem þú þarf að rækta Já. ná einhverjum gæðastöðlum af lífrænni ræktun og eitthvað svona, Já. þá má það ekki mengast af öðrum innfluttum vörum til að halda þessum gæðaslimpli frá framleiðanda og í búðina til neytanda. Þess vegna, eins og þú eru alveg örugglega séð, eru svona paprikur svona plastaðar inn. Ógeðslegt. Það er bara svona full karfa af paprikum og það eru allar í plasti. Bara ógeðslegt. Mesti viðbjóður í heimi að fara út í bakarí, kaupa sér út í bakarí og þau láta þig fá það í glærum plastpoka. Og þú veist, af hverju fæ ég ekki bara fucking bréfpoka? Ég veit þeir eru með þá, en þetta er mín kenning. Það eru fullt af stórum svona, hvað heitir það, svona, þetta er svona fyrirtæki sem er, þú veist, fuck, og svona lag sem að svona innflutningsfyrirtæki sem að sjá allt svona rekstrarvörur basically. Já, ok, já. Ég bara alveg dótt út í mér, það er eitthvað svona orðið yfir þetta, en það er eitthvað svona stór fyrirtæki sem hafa keypt sér upp bilaðislega byrðir af plasti. Já. Núna er rosalega vakning hjá öllum, ekki öllum samt en flestum, hvað var þessi mál, og það sem mig grunar er það að þessi stóru fyrirtæki sem að eru að sjá þessa hluti, Já. þau eru að losa sig við plastbyrðina sínar. Já, það er ekki vitlaus pæling. Þess vegna ertu að fá bakarísmatiðin í glærum plastpoka allt í einu bara, alltaf fengiði brauðpoka, allt í einu bara fæði plastpoka. Og þetta er ástæðan fyrir að þú kaupir eitthvað shit og þú tekur úr plasti, svo tekur úr öðru plasti og svo er eitthvað í því í plasti líka. Þetta er svo hamborgarar. Þú kaupir svona pakka svona hamborgarar og brauð og eitthvað shit. Já. Þú tekur plastið utan af pakningunni
Svo tekur þú sellofan utan af kjötinu og brauðinu og það er, já, svo er vaxpapir inn á milli. nei, svo er bakkin sem að hakkið er í Já, eða skjötið, borgararnir er með plastfilmu yfir sem þú ert að rífa af á milli hverja borgara er pappír? Nei, nei. þetta er svona plast-infused pappír Já, sem er svona plastfilmu á svo þetta brotni ekki sundur eða svona brotni ekki niður. Brauðið er í plasti og ef þú kaupir svona sem er með osti og okkur svona drasli, þá er það líka osturinn er í plasti, bacon er í plasti, sósan er í plasti. Við erum að tala um örugglega Akkur er þetta ekki bara einn bakki með mismunandi hólfum já, af hverju er þetta ekki sem þannig? væri ein filmar yfir af. Af því að þetta er ógustlega mikið að mismandi fyrirtækjum sem er að losa við plastbyrðina sínar. Af því að þeir veita að það koma einhverja reglur á fljótlega varðandi plastnotkun. Já. Og þess vegna eru bara að koma þessu út. Þetta er ekki vond pæling sko. Plastið í dag er eins og heit kartefla. Þú veist, það vill enginn halda á henni. Já, það er rétt. Nei, þetta er algjörlega rétt í það sko. Og ég meina á meðan þú ert ekki með þessa stala þá bara losa sig við þetta og ég meina ekki að tapa því. Já. Kemur einu sekundu. Já. Og enn og aftur eru komnir. Ég held að við ætlum að taka þessu umræðu eitthvað allt annað. Eitthvað sko allt annað. Herru In the Mood for Love. Nú er komið að örglega 50 kvikmyndagagnrýni. Ég vil ekki segja kvikmyndagagnrýni, ég vil segja umfjöllun. Já, ég meina við erum ekkert að svo sem að, jú, við erum alltaf. Nei, en leið mér að koma að einum punkt hérna mjög fljótt. Hvernig ég gef til þess ég skrifa niður reyna skrifinu á alla myndir sem ég var á og gefa þeim litla umfjöllun. Já. Hvernig ég fer að því að gefa þeim einhvern til dæmis allar myndir byrja á 5 stjörnum hjá mér. Já. Og ég fer aftur á bak, ekki eitthvað ég gef þeim bara mínus fyrir það sem gera vitlaust, ég gef þeim ekki bara plus fyrir það sem gera gott. Já. Þannig þú veist. Já. Mér finnst það mjög jákvæð leið til að gera hlutina. En In the Mood for Love til dæmis fekk fullt hús stiga hjá mér því eins og við munum koma á stað eftir í næstu mínútum þá er ekkert sem ætti að benda til annars. Nei, ég reyndar sko ég verða að viðurkenna að ég er búin að horfa á þessa mynd. Þetta er þriðja skipti sem ég horfa á þessa mynd. En nei, þetta er eiginlega annars skipti sem ég horfa á þessa mynd að því við horfum á hlutafinni í skólanum ekkert tímann. Og ég man ekki hvernig hún endar. Við horfum hann í gær sko. Nei. Jú, ég man ekki heldur. Nei. Þetta er alltaf fyll af minni hálfu, skilur, að ég bara man ekki, ég sónaði bara út í restina af myndinni. Ég vil ekki meina að það sé eitthvað að því að hún hélt mér ekki. Hún enda mjög skringilega, ég man eftir því. Ég bara svona einhvern veginn var bara svona overdósar af hvað hún er ótrúlega vel kompósuð þessi mynd. Og þetta er sko bilun hvað þetta er geðveikt. Þessi mynd er samt mikið meiri upplifun finnst mér fyrir ekkar en
Já, ég get aldrei sagt einhverjum ó, þú verður að horfa á þessa mynd að því hún er svo bara horfa á þessa mynd það er eina sem ég geti sagt bara horfa á þessa mynd og lítu svona Já, nei, eða nákvæmlega veistu hvað Það sem ég er að segja er að endurinn er ekkit, þú veist mér finnst hann eiginlega ekki skipta máli Nei. ég man ekki hvort að þau hittist aftur eða ekki en ég veit að hann fer í hann fór í íbúðuna aftur og hún var flutt eitthvað nei hún bjóðar með hún átti barn og eitthvað Allavega ég held að það var ekki hist þetta var bara svona hún endaði bara þar Já, fyrir þá sem ekki hafa séð þessa mynd þá er plottið ekkert svo flókið tvö pör tvö hjón sem búa í sama ganginum í sama húsinu kallinn og konan í sitthvoru hjónabandinu komast að því að makar þeirra eru að halda fram hjá þeim báðum með hvort öðrum með hvort öðrum, já og þau eru að reyna að komast að hvernig það kom til á meðan þau eru eiginlega því sjálf já og sko það er svona þau að því að þau eru í þessari stöðu að vita að já, þau eru að reyna að uppgöta hvernig þetta kom til hjá mögum þeirra þá finna þau mjög líklega fyrir mikillir skömm að verða ástfangin af hverju öðru og þess vegna flytur eða hann flytur síðan kallinn með konu sinni já til Singapúr mér finnst þetta bara myndin þess vegna hefði getað endað þar já, þú veist bara þessi mynd er náttúrulega bara hvernig hún er skotin er náttúrulega bara þetta er bara ótrúlegt það er nánast öll skotin í myndinni er rammin í ramma já og eins og ég sagði á meðan myndinni stóð finnst mér það þjóna ótrúlegum tilgangi í því skyni að við erum að líta á þau án þess að vera partur af samtalinu og því við erum alltaf sett fyrir utan rím eða já en þú veist það sem ég er að meina er samtalið er ekki bara bókstaflega samtalið, þetta er samtalið í myndinni við erum ekki virkur aðili við erum ekki í þessum díalóg við erum ekki virkur aðili í myndinni og okkur líður ekki eins og við höfum neinn áhrif og það getur bæði virkað frelsandi eða það getur virkað óþægilega af því oft þegar við horfum á myndir þá líður við eins og við áhorfundin séum karakter í myndinni sem sé að hafa áhrif á okkur en þarna er það hrifsað frá okkur já svo finnst mér líka ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem var ákveðið fyrirfram eða hvort það bara eitthvað sem kom til í klippi mjög líklega samt mjög útpældur stíl að það er svo mikið af samtölum með myndinni það sem að er ekki eitthvað svona ping-pong eða ekki eitthvað svona hefðbundin skot þú veist eins og til dæmis þegar hún er að tala við manni sem mjög snemma í myndinni þá stendur hún í hurðagettinu út á gangi og það er skotið eftir ganginum þar sem hún er að tala við manni sinn inn í íbúðinni og hún stendur út á gangi og það er bara heil díalógur á milli þeirra þar sem hún er bara að tala inn í hurðagett og þú sérði aldrei hinn að manneskjuna sama þar sem að þau eru að tala saman og það er svona two shot follow skot að þeim þar sem eru að labba út á götu og
two-shot er freimað bara á bara mjöðmyndar eða þú veist, bara þú veist, þú sér í hendina á þeim og bara svona rétt fyrir neðan brjóskassa og aðeins fyrir ofan hné og þetta er bara two-shot af þeim að labba og tala þar sem að þú horfir bara á þetta og mér finnst það sturlað, mér finnst það svo brilljant en að sjálfsögum myndi það ekki virka hver sem er í hverju sem er en bara þarna Nei, málið með þetta líka er að þú ert með mjög óhefðbundna upptöku já, en hún virkar samt bara af því að það er samhengi, það er rauður þráður og ég meina það ekki bara að því leiti að það er eitt atriði í myndinni þar sem hún virðist vera að tala um einmanni sinn og við komumst að því að það sé ekki einmaðurinnar það virkar bara af því við erum búin að vera sjá hann svona Sjá hann- off-screen sjáum aldrei andla á hann meila sjáum aftan á hann tvisvar eða einu sinni ég myndir, ég man ekki og sjáum hvora maka þeirra í myndinni nokkuð tímann Já, sem er magnað af því þessi mynd er náttúrulega bara eitt besta svona character study sem ég hef einhvern tímann séð og þetta er það sama og ég horfði á einna Force Majeure eða Tourists eins og hann kallar það ensku þetta er Ruben Östlund já, þar sem samtölin sem eiga sér stað til dæmis sem dæmi kona segir frá mjög dramatískum og áhrifuríkum atbyrði sem hún lendi í já, og myndunum fer aldrei af henni því að hún er að bregðast við því sem hún er að því segja sem hún er að segja, þú veist, hún er að bregðast við því hvernig það er, þú veist, við þekkjum þetta alveg þegar þú segir eitthvað og þú heyrir sjálf að þið segja þetta og þið finnst það bara svo fáránlegt þú hefur alveg getað sýnt viðbröð mannsins sem hún er að tala við sem hún þekkir ekki neitt og það er annar punktur sem er auðvitað ítir undir þetta hvað er svona fáránlegt að segja þetta við einhvern sem þú þekkir ekki einu sinni og þá skilur þetta það verðist vera að nota svolítið í þessari mynd líka eins og þetta það sem þegar hún er út á gangi og það er aðrið þessari mynd það sem þeir eru á veitingastæðinu til dæmis já, og hún er að segja eitthvað við hann og við erum bara á honum það er bara svona hliðaprófíl eiginlega af honum þar sem hann er ekki að segja neitt bara hún er að tala við hann og þetta er svona viðbröðin hans við einhverju varandi konun hans eitthvað, ég man ekki alveg bindið það ekki nei, þetta var eftir þau voru nýbúna nei, þetta var þegar þau áttu þessu á því manst ekki, svo kom rétt eftir hann að geggja hann að slætskotið það sem að freyma sko hann í hliðaprófíl og svo kemur svona þú veist ljósaperra skilur bara upp þau hann, já, ég er með eins bindi og maðurinn hennar er með að því að kona mín gifti það, já, þannig ok, hún er með eins tösku og kona mín já, kær hlustandi horfðu á In the Mood for Love bara gerðu það bara eða gerðu það bara, ekki pæli því og ekki setja á lista, gerðu það bara og kóðu svo aftur hingað og talaðu við okkur og hlustaðu okkur allir sem að horfa á þessa mynd In the Mood for Love eru velkomnir í þáttinn ég ætla bara ekki velkomin bara þeir sem horfa á hana þeir sem hlusta á þetta, þeir sem horfa á hana bara láta okkur vita ég er bara mjög til í að tala um hana en ég vil líka bara segja það að allir eru eiginlega bara velkomnir í hana þátt já það er engin ástæða fyrir að þú ert ekki velkomin kæri hlustandi hver sem þú ert það er aðalega bara að þú vitir hvenær við erum að taka þetta upp eða bara senda okkur skilabóð Bergur Líndal, Þorri Líndal bara senda okkur skilabóð og við verðum í sambandi allavega þessi mynd er sko ég myndi ekki segja þetta er þú veist besta mynd sem ég séð en hún er bara svo fullkomin eitthvað
þetta er alveg svona ein besta mynd sem ég hef séð og mér finnst hún best í svo mikið af dóti. Eða, þú veist, að svo, hún er best að svo mörgu leiti. Hún er best í Mér finnst hún best í óhefðumbundan leikanum sínum. Já. Af því hún brýtur allskyns reglur. Skotið í bílnum frá skottinu. Skotið hægra megin aftan á bílnum inn í gegnum aftur bakur. Þetta er eitthvað sem hefur aldrei séð og ég veit ekki af hverju. Þetta er ótrúlega fallegt og þetta er svona og annað sem þið nota til að sko, þeir nota ekki bara þennan frame við þennan frame eða ramma fólk inn í ramma í myndinni Spegla líka. Já, þeir nota þetta ekki bara sem eitthvað til að láta okkur líða eins og við séum ekki innan þetta lætur okkur líða eins og við séum að horfa á rottu í búri. Þetta líður eins og þetta lætur mig líða eins og ég sé svona einmanaleika. Þetta fangar einmanaleika mjög vel. Alveg rosalega vel. Og þetta lætur mig líða svolítið eins og við séum að horfa á tilraun. Já, líka svo, já, ég er alveg saman að því. Það lætur mig líða eins og þetta gæti gerst hvað sem er og þetta gæti verið endurtekið hvað sem er. Já. En þetta er þeirra útgáfa þessu, já. Mér finnst líka það er svo mikið af skringilega freymuðu stöfi. Til dæmis inn á veitingastannum það sem hann skotið langt fyrir ofan hana fyrir ekki, skotið af honum er langt fyrir ofan hana svona til hægri og eitthvað og síðan hitt skotið henni bara beint áfram. Já. Og líka eins og inn á veitingastannum sama, þú veist, við erum þau eru í svona bás og við erum í svona pingpongi svona utanfrá og túsjötur enda líka svona bara mjög klassíst. Bara, þú veist, 45 gráður ská, skilur eitthvað svona, já, þú veist, eðlilegt. Svo bara allt í einu er bara komin hinum einn. Með minni samt reyndar að það gerist þegar að þau eða þú veist, þetta sé þau eru að tala saman og svo fara þau að feta fótspor maka sinna þá krossu yfir, mér minnir að það hafi verið þannig, ég er samt ekki alveg viss. En þetta er bara það sem ég elska mest við að óhefðbundarleika er að þetta er ótrúlegt dæmi af því að þú voru að þekka regluna til að brjóta þér. Já, þú sérð svo hvað hann veit hvað hann er að brjóta. Já, maður sér það svo mikið og þar að leiðandi verður ekki óþægilegt eða verður það reglubrotin ekki óþægileg af því að þú svona þú eitthvað staðar inni er býst við. Algjörlega það er svona eitthvað það sem ég er að segja, þessi mynd er svo þungt character study og svo einhvern veginn að svo sagan verður á endanum hún verður ekki tilgangslaus en þessi myndin þessar 120 mínútur verða bara pointless það er, þú veist og ég veit það ekki, þetta er bara svona hann sé svo opin í báða enda þessi mynd. Já og ég meina þetta ekki eins og ég oft talaði um þetta mér líður eins og sem myndir halda áfram mér líður eins og já, við bara svona kíkjum inn já, eins og Big Lebowski, ég er fullkominn dæmi maður lítur inn á hann séu hvað er að gerast og síðan mér líður eins og hann séðan einhvers þar úti í heiminum og ég meina ég veit að ég held að hann segi þetta í endan á myndinni að þú veist hann he's taking her easy for all us sinners out there en það, þú veist mér líður svona bara eins og að sé honestly bara þannig og það eru myndir sem ég fucking elska
Þú veist, Pineapple Express mynd sem gerir alveg sama bara, þeir getur bara verið á einhverju veitingastað, hann brunnir í tætlur og ógæstlegur eitthvað skilur við, Já, og það er erfitt að gera þetta ótrúlega erfitt að gera þetta mjög erfitt. þetta er svona svo að hlusta á lag sem feitar út Já, la 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 þú veist og þeir eru bara svona labba í burtu og halda fram að syngja eða eitthvað annars staðar. þú veist hvað þetta lag þetta, hvað er þetta Hey Jude, nei. Hey Jude. En þú veist, það til dæmis það lag mér líður þess að haldi bara áfram þannig að hlusta á það næst þú veist, skilur hvað ég meina mér Já. líður þess að sé einhver staðar þarna í heiminum eitthvað svona verið að broadcasta þetta er svona útarstöð sem er verið að broadcasta 24/7 Já. þá útláð kíkir á hann aftur Það er enda mjög skemmtileg pæling. Eða þú veist, ekki að já, ekki pæling, bara svona skemmtileg hugmynd, hugsunarháttur já. skemmtileg hugsun. Já við samt þetta að horfa á Memories of Murder sem er önnur kórismynd og ég náttúrulega bara er ótrúlega spenntur fyrir og ég meina mér líður bara eins og Suður Kórea sé bara svolítið með þetta að mörgu leyti. Memories of Murder er frábær mynd. en ég er búin að Ég í alvörinni ég hef aldrei á ævi minni verið sko hvað segir maður, ok, ég er hún svo steiktur sko, hvað er andstæðan við vonbrigði? að vera sáttur eða Já, glaður yfir ykkur eða meira svona komir á óvart. já, já Það er held ég aldrei komið jafn mikið á óvart svona, þú veist, við horfðum á þessa myndi í skólanum Memories of Murder í tíma sem hétt eitthvað svona samtíma myndir eitthvað svona, ég man ekki, eitthvað svona þannig dæmi já, og ég var hugsaði þegar það var svona, já, við ætlum að horfa á þessa eða mynd og ég svona já, whatever, þú veist að því við horfum að rosalega mikið að leiðilegu myndum í skólanum ég skil það og gerðum það bara, sem við þurfum að tala um ekkert hjá já, bara það var mjög algengt að maður horfði á leiðilega myndir þar og ég hugsaði bara já, einhver fucking önnur fucking mynd, skilur og svo byrjaði hún og hún hélt það fram og var svona, já, fín mynd. Ég hef aldrei verið að bara þegar hún kláraðist þessi mynd þá var ég bara holy fuck. Það er líka oft sem þegar maður horfir á myndir frá löndum sem eru ekki vanar að horfa á myndir frá þessu, eða myndir sem eru á tungumál sem er ekki vanar að hlusta á, þá sjálfkrafa allavega ég hef hingað til gert það og sjálfkrafa setur maður svona smá bremsu bara ég veit ekki af hverju ég gera það, af því að það er yfirleitt rangt hjá mér að ég er svona að hugsa mögulega skil ég ekki þessa mynd, mögulega finnst mér nú bara leiðilega því að þú veist, þetta er eitthvað svona annar kultúr og ég veit ekkert hvað er fyrir það en eins og Memories of Murder já, fyrstu svona 3 mínútur þá var ég svona eitthvað svona fucking lesa textan, reyna að fylgjast með, svo bara svona ef ég mér finnst eins og hún sé á ensku þessi mynd og ég skilja hann alla ég er hún, nei það væri fáránlegt, hún er það ekki alveg potið ekki sko, en mér líður bara þannig, mér líður bara nei, svo, just, mér líður svo nei, þetta er mjög fyndið
En þú segir þetta, þá hef ég hugsað nákvæmlega sama en með Oldboy. Já, Mér líður þessu Oldboy sé á ensku. ég er alltaf amerísku útgáfan sem er geðug. Ekki minnum á hún sé til. En ég skil svo hvað hún meinar, af því mér finnst hún einhvern veginn svona, hún talar hún talar til manns, Já, en hún gera það samt. Þetta er eitthvað svona, hún er á mannamáli. Maður getur sagt það. já, Einhvern veginn er þessi mynd á mannamáli. Og ég meina, það er annað það besta við að horfa á þessu Oldboy. Hún getur bara gerst í Kóreu. já. Finnst mér finnst hún bara geta gerst þarna, af því það þarf ekki að fucking suspension of disbelief. Þetta er svona, ok, sure. Já. Mér finnst það trúverðugt, skilurðu. Já, já, já. Þú veist, ekki eitthvað Asíans í einhver fucking fárunum staðar, en bara, mér finnst þetta bara gæti alveg gerst þarna einhvern veginn Miklu frekar heldur en já, í Bandaríkjunum eða eitthvað. Mér bara, fucking Bandaríkjunum. Þú veist, hvað er þessi áráðu á Ameríkunum að þurfa að gera mynd neina, ég get að lesa texta. en myndir sem er á ensku og breskur hreimur og þeir skilji ekki eða fucking ei, sko. Ég meina myndin hérna, Death of the Funeral. nei, sænska hérna vampírumyndin Let the Right One in, já. geðveik mynd, sænska myndin, hún er bara geðveik. Amerísk útgáfan, hún er bara svona nei. Þú veist, af hverju er hún ekki af góð þessi mynd? Af hverju er hún ekki af góð á ensku? Af því að það er mynd sem að meikar jafnvel meira sens að sé að gerist í Bandaríkjunum heldur en í Svíþjóð. Eða, veist, ég veit ekki af hverju mér finnst það, en somehow, skilur Reykjavík, Rotterdam Ég ætlaði að mynda að segja þetta. og fucking kontrapiss sem er mesta drulla og mesta skömm fyrir bara íslenska partframleiðslu sem ég veit um. Já. Ég bara, sorry Balti, hvað varstu að pæla? Balti, hvað var í gangi? Balti, komdu, hringdi í okkur. Balti, komdu, við erum alveg til í að spjalla á jafnréttisgrundvelli og jafnvægisgrundvelli. Við ætlum ekki að vera reiðir við þig, Balti minn. Nei, Balti, hvað Þó við séum vissulega fyrir vonbrigðum. Balti minn, það ekki vera hræddur við hann, Berg. Ég bara, skulum bara tala saman. Balti, við bara skiljum ekki. Við viljum skilja. En af hverju? Þú veist, já, frábær mynd og Reykjavík Rotterdam. Hún er ótrúlega góð. Hún líka, það, þú veist, það scenario meikar bara sens á Íslandi, mögulega Grænlandi, Færum, skilur, meikar mögulega sens á þessu sveiði. Já. En til að þessi mynd gangi upp í Bandaríkjunum þurftu þeir að breyta svona key point í myndinni sem er hvað þeir eru að gera. Í íslensku myndinni voru þeir að smygla sprútti. Já. Í amerísku myndinni voru þeir að smygla peningum. Já. Þeir eru að smygla eitthvað svona fölsuðum peningum. Mér langar ógeðslega að horfa á Reykjavík Rotterdam aftur. Ég sko bara, það er svo mörg Það er enda mjög kjánalegt aðri í henni þar
sem að hann og konan hans er að hlusta á eitthvað lag með Trúbrot, nei með Jet Black Joe í símanum hennar, eitthvað svona manstu þetta þessi lagi, Já. þetta var lagið okkar eitthvað, En maður bara, svona- bara þegar hann fucking hendir inn í fucking baðherbyggis vaskin. í opnin, Já, eða í opnin, já. Fuck, maður. já, Maður er bara svona fuck. já, bara Það er bara fuck. maður nær einhvern veginn að setja sig í bara, En það hef ég gert það. Nei, maður sem að setja sig í bara skónans já. í, eða þú veist, bara, já, í þessari aðstöðu og mér finnst líka svo frábært þú veist, ég man ekki einu sinni hvað, Ekki neitt. ég man ekki einu sinni hvort, eða þú veist, í kontraband að því mér fannst það svo léleg og svo ömurleg Já. í alla staði og þú veist, ég þurfti að guppa út af kvikmyndatökunni bara allan tíman ég var bara, þú veist, mér svimaði og ég þurfti að guppa þannig að ég man ekki alveg, þú veist þetta sama þessi plottbúndur með konun hans Já. er það líka í gangi í, Já. Það bara er ekki jafn neitt. þú veist, það er líka svo þú veist, ef maður ber þetta saman þá þú veist, Ingvar er fyrrverandi kærasti konunarspalta eða eitthvað, það ekki sem er svona nei, hvað það Samt, ok, hann má eiga eitt. Náunginn sem leikur Ingvar hlýtur að vera er ég busy Hann að óþægileikallinn. er ég busy Já. Nei. Ben Foster. já, Ben Foster jú, hann já, hann Hann á alltaf hróskilið fyrir leiksinn. hann er nett fucking geðvigur Hann er ótrúlegur fucking leikari. ég sá hann fyrst í myndinu Hostage Já. með Bruce Willis holy shit 3T Juma var ekki, hann var í henni. jú, Hell or High Water ertu ekki búin að sjá, en við þurfum að horfa á. Hún er ótrúleg. Alpha Dog, Alpha Dog, wow, djúður maður að gleyma þeirri mynd ótrúlega mynd. Ég meina, JT leikur í henni já, en ég meina bara einhvern veginn allar, hann er alltaf bara fucking awesome. hann er alltaf solid Og ég meina, hann á bara það er eina af þessa mynd sem ég bara svona fuck já, hann var náttúrulega sá sem fokkaði þessu upp með einhvern hans og fokkaði henni upp jú, alveg rétt ég hef búin að gleyma því, ég bara myndið allt í núna já, ef við byrjum þetta saman þá er sko Ingvar í hérna í Reykjavík Rotterdam Já. hann er einhvern veginn allt öðru sér figure heldur en Ben Foster í kontraband af því að Ingvar er svona þú veist baklandið hennar pínu en þú veist hann er miklu meiri þú veist Ben Foster þú veist hann er frábær skilur en hann er ekki hann er alltaf laus svona Já. hann er alltaf svona loose cannon. já, veist, hann er ekki svona veist, maður fyrir að kaupa það strax að hann myndi fara mjög ekki effekt maður gerir það ekki í Reykjavík Rotterdam ekki nærði strax En það ertu með þar Ingvar er mjög á hann getur farið í báðar áttir. já,
Svo finnst mér bara líka, þú veist, Balti er bara miklu betri leikar en leikstjóri. Sorry Balti. Þú ert ekkert lélegur í, þú veist, að leikstýra en þú er bara betri leikari. Balti, þú ert góðu leikari, maður. Ha? Flottu leikari. Mér finnst það. En bara Inhale var besta myndiðin. Djöfull var hún góð. Inhale var svo frábær mynd, Balti. Akkur kom ekki bara, akkur gerði ekki Balti Inhale og gerði svo bara þannig myndir bara. Akkur gerðu þessu ekki bara minni myndir með meira svona to the point plotti og bara svona áhrifaríkar myndir, smærri skala. Já. Meiri áhrif, Balti. Ekki gera túkans. Mér líður pínu eins og Balti hafa verið svona drug mule fyrir svona popmyndir. Já. Hann var látin Ekki setja þér inn í rassin á sér. Ekki setja túkans inn í þarminn á þér, please, engan þarm. Prumpa þeim síðan í bíóhúsinu á Íslandi. Já, Balti. Það horfði enginn á túkans sem bjó ekki á Íslandi. Balti, já, ég horfði á túkans. Ég horfði á túkans. Og þú veist, bara út af þér, Balti. Balti, þú veist, gerðu það samt bara. Gerðu bara minni smærri skala myndir með einhverju pointi. Ekki gera stærri myndir með engu pointi. Og ekki fara eitthvað að gera ófær 2 og ekki vera að koma með handrit og veri ykkur rugli. Þeir eru potið ykkur rugli núna, þú veist, er að fara í tökur í næstu viku eða þar næstu viku, ég manna ekki, og þeir eru örugglega ekki alveg með allt á hreinu. Nei, og ekki fara bara að taka upp og ekki byrja að taka upp allt í ekki byrja að taka upp það búinn, af því þú sérð hvað þeir gerðu með Jón Esbói núna í Noregi. Þeir tóku upp kannski 70% af handritinu og þeir runnu bara út af pening og myndin er bara óklárun í bíó og fólk veit ekkert hvað er að gera. Af hverju elskar hann Snjómenn? Við fáum aldrei að vita það því þeir skuti ekki alla myndina. Þetta er bókstaf sem gerist bæði. Það gerist. Já. Þú veist, hún endar bara. En það er eitthvað sem Balti lendur ekki í, að því að kvikmyndasögur er tilbúin að gjörsamlega þurrka sig upp fyrir hann. Kvikmyndasjóður mun gera hvað sem er fyrir þig, Balti. Þú ert þjóðartákn okkar. Já. Ég verði að fara að sofa. Þarftu ekki bara að fara? Punktur. Já, ástæðan fyrir ég verði að fara er að því að ég er alveg að sofna og fjölskylda mín er örugglega að leita að mér. Já. Þetta var gott spjall. Það væri gott ef þú væri tíminn lengur, en þú veist. Já. En við þurfum hvort það er alltaf að skera framan þessu, þannig að ég þurfti örugglega að vera í 25 mínútur allavega í minnsta lagi. Við skulum ná yfir þessi mörk ekkert, Jón. Ég veit samt ekkert hvort við erum ekkert að fara að klippa þetta. Klippa þetta. Þú veist, það sem ég vil gera er að setja þetta á YouTube og merkja inn punta kannski, vissa punta, allavega í þessu. Þú veist, Alien gagnrýnin. Já, við klippum svona framan þessu þar sem við vorum ekki byrjaðir. Já, auðvitað. En við erum ekkert að fara að klippa neitt. Nei. Settu bara crossfade á hljóðið þannig að sem að köttaðist. Já. Ég bara pæli að setja svona annotation á YouTube, bara svona hér endar Alien gagnrýnin. Já, endilega flokka þetta, eða mert þetta niður hjá þér. Ég veit, þú nennir ekki að hlusta á þetta í 5 tíma. Það myndi að taka 5 tíma að fara í gegnum þetta. Bara hlusta á þetta myndi taka 5 klukkutíma. Það er svo fucked. Við erum bara að tala í 5 fucking klukkutíma.
mér líður ekki sem ég er búin að gera það. Við erum búin að tala í 4,5 klukkutíma örugglega. Það er enda rétt hjá þér. En það er alltaf svo gott að vera neyða sjálfum sér til að tala, af því maður gera það einhvern veginn ekki. Because of reasons. Ég veit ekki okkur. Maður gerir reasons. You spelled my name wrong at Starbucks, bro. Here's your tape, bro. Nei, þú veist, þetta var gott. Þetta var gott spjall. Við kveðum í bili. Já. Arnór kom ekki. En Doddi var hérna allan tíman. Doddi talaði ekki neitt. Ég skil ekki akkur við erum að fá Dodda en það er ekki að segja neitt. Akkur kom Arnór ekki samt? Hann var æfingu, 2 æfingu, bla 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 bla, og fór svo heim og hann bara sofnaði. En við lofum að fá hann er mögulega svo sunnudaginn eða mánudaginn. Mér finnst þess að ég fara að gera eitthvað heima. Við erum að fara í bíó. Já. Við verðum að fara í bíó. Við verðum annarkvort að fara á Blade Runner eða The Square. Já, við verðum að fara á Blade Runner. Já, ég held sko að því mér langar að taka The Square jólin, taka Blu-ray-ingað. Allavega. En mér finnst við ætlum að horfa á Memories of Murder helst. Hvernig ætlum við förum á morgun við bústað? Eftir hátti. Spurningum að reyna að gera það bara áður en förum. Er ekki bara skiljið allt eftir og hérna? Jú. Já, svo varst ekki að tala um að tala um hana? Já, bara stutt. Ef við náum að klára að horfa hana og, já, jú, klárlega. Ég verð uppi allavega, þú mátt bara vekja mig, ég verð frammi. Já. En ég verð mjög til í það. Ég verð líka til í að taka styttri, bara svona gagnrýni myndir og eitthvað. Já. Það er alveg cool. Já. Við þurfum allavega að rappa þessu upp. Sjáta til Alexanders aftur. Ég veit þú ert ábyggilegt að fá mönnum sem Tóri er ennþá. Og þú veist Hallmar líka. Hallmar Gauti Halldórsson, algjör skeðarblóð. Alli frendi sem er ekki hérna. Þú dörgli ekki að hlusta á þetta og maður dörgli ekki að hlusta á þetta fyrir en ég segir að hlusta á þetta af því að ég sjáta það. En sjáta á þig. Sjáta á þetta Dodda aftur. Doddi sjáta á þig. Já, hann bara vill ekkert láta í sér heyra. Hann svarar ekki. Sjáta á þetta veru Linda líka. Já. Af því, þú veist, hún er afmæli. Já. Sjáta á þetta mannin sem ég reyna að muna hvað heitir. Hann heitir ég get ekki fundið hvað hann heitir. Milk was a good choice. Sjáta þetta á Stefán Loftsson líka. Já, sjáta til Stefán Loftsson og ég er mjög glaður að hafa kynnst þeim manni. Það er mjög ljúfur maður. Glæsilegt indek. Já, algjörlega. Og ég vona að hann heyri þetta einhvern tímann. Já, ég verða pínit von í hann einhvern tímann. Já, þú gerir það. Við sjáumst fljóðlega vonandi. Við ætlum að reyna podcast í Noregi líka, þú veist, koma því einu sinni upp allavega. Já, verðum að reyna einu sinni allavega. Ég held að það sé líka bara auðvelt að því við tengjum þetta bara. Þú tengir bara einn hjá þér og ég einn hjá mér. Já, eða þú veist, ég verður líka með Dodda kannski með mér inn eða eitthvað. Vonandi. Þá erum við þennan. Þetta var Gold Mike Shoutout til Didda. Shoutout til Didda sem sett okkur vacuum tube mikrofón blæinn Gold Mike. Gold Mike. Bye. Bye.
bye bye